Buttpluggan, what the fuck? Þetta klagamót til að búa til klagana sjálfur. Svo ferðu bara heim og Já, kælir á þér raskandi. Það mjög sniðugt. Andjóks. What the fuck? Hvað segir Palli? Ekki góður en þú. Það ekki bara? Já, feskur á mándegi. En það verður samt ekki mándegi þegar þetta kemur út. Nei, þegar þetta kemur út þá verð ég farin út. Já. Gera hvað? Herði, Keli að fara að keppa Pólandi og Ríga fyrir þá sem að hlusta núna við þetta kemur út á föstudeginum þegar eftir Póllandskeppnina, þannig að það er bara Ríga-keppni núna fyrir þá sem að fylgjast með, þá það á samfélagsmiðlum ADHD Racing. Það er HM í drifti? HM í drifti, basically, það ekki? Jú, heimsmeistaramót í Ríga. Þá erum við bara að lenda þar eitthvað núna örgulega bara og eða hvort við erum örgulega komnir maður, við förum á mánudeginum eftir Pólland og færum okkur yfir til Ríga. Þannig að fyrir fólk sem hefur áhuga á þessu núna og getur það að fara að tjúna inn á samfélagsmiðla og skoða keppnina og það verður livestream af þessari keppni. Þannig að það getur séð Kela á litla kompatinu með öllum stóru strákunum að keppa í driftinu. Já, það er gott. En já, þinn ADHD eða ekki? Jú. Það stórið þar. Akkurat. Og verður þú þar bara cameraman? Ég veit ekki alveg ég tek allavega með mér myndalinn út. Það kannski sparkar raskat að mér að fara að klippa gati í vídeo en ég tek allavega myndalinn út. Já, enda ekki búin að því? Nei, ég er ekki búin að því. Það er svo mikið að gera þér? Það er búið að vera mjög mikið að gera og en við ætlum að taka 2 vélar með út. Ég veit ekki, hendur örugglega hinn í steppa eða eitthvað og þá verður nóg content til að klippa úr. En ertu búin að heyra ekki Kela það? Já, hann er spenntur fyrir þessu. Er það bara að stressa þér? Nei, ég held að stressi kemur ekkit fyrir hann er búið með Póllandskeppnina held ég Þannig að þú veist, núna, hann er stressaður núna þegar þetta podcast kemur út, ég er alveg viss um það. Hann er hræddur við veggina hann í Ríga, hann þarf að fara, ég veit ekki hvort hann sé að fara að grinda skekja bílinn eða brjóta veggi, en kannski bæði. Já, en ég meina, hann fór hann út til þess að keppa. Til að hafa gaman, en út frá driftinu, og förum aðeins aftur inn í kvartmíluna. Við höfum verið að ræða hann eitthvað eins og viti. Eitthvað smá, já. Og gestur okkur í dag er eitthvað tengdur því? Eitthvað smá. Eitthvað smá, þú ert búin að vera að keppa í kvartmílu. Ég er búin að keppa í núna undan fyrir 2 ár. Svo kannski ég byrja á hvað nafnið þetta er, svo hólk ég heiti sem sé Breki. Já, byrðu þetta sem Blær, einhvernúmer? Já, ég er alltaf með einhvernúmer Blær á bílum mínum, að ég heiti einfallega Breki Blær. Ok. Ég vissi ekki okkur þú væri með það Nei, ég heiti Breki Blær, það er svona við með það. Segðu okkur aðeins kvartmílunni. Þú er búin að vera Íslandsmeistari 2 svar, eða ekki? Jú, ég er núna 2-faldur Íslandsmeistari. Ég vann keppnina sem var núna 20. september núna laugardaginn bara. Ok. Og náði að tryggja mér Íslandsmeistarann. Annars árið í röð. Já, hitt var bara í fyrra. Og hefur þú bara keppt í 2 ár? Eða? Ég hef bara keppt í 2 ár. Og á hverju ertu að keppa? Ég er að keppa á 2016 Golf R. Ekki það? Sem er núna tæpilega breyttur fyrir, hann er sagðist vera 390 hestaflút í hjól, á að vera eitthvað svona 430-50 á mótor. Nú verð ég að spyrja, hvernig taka váhátukallanir það þegar einhver 4 cylindra hatchback fjölskyldu svona hagkupsbíl kemur og tekur á þvert? Það er svona eiginlega skemmtilega, kemur það meðlega sérstaklega þessum eldri körlum sem eru þarna, þessi bíl kemur það meðlega svolítið mikið óvart að það bjóst enginn við því og það er bara gaman og síðan líka bara það finnst þið bara gaman að sjá þetta og gaman að sjá hvað þetta getur verið einfalt því ég keyri sín bílum bara heim og ég keyri hann daglega Já. En er enginn sem fer í smá svona fíl kannski ekki svaka var fátt að græja búið að eða etningspenning í þetta á að vera eitthvað svaka spyrnugræja? Það er nú einn bara ágætis vinu minn sem að á nú reyndar 2 bíla sem hann hefur breytt fyrir spyrnuna og hann hefur alltaf sagt mér að kaupa eitthvað annað í staðinn og byggja hann og gera hann á miklu skemmtilegri bíl en mér er bara miklu skemmtilega því ég get bara farið heim, ég get tengt kaupin í bílinn, ég get farið bara yfir orginalmappið og verið bara sjálftan bara sem orginal bíl ég hef bara gert nákvæmlega sem ég vil og þetta er bara mjög einfalt og ég er að eyða þess 9-10 litrum innabæjar. Já, það er sjálfgeft með svona spyrnugræjur allavega Ég myndi halda það, já. Já, ég er að segja það. Það eru örugglega sumir sem taka það ekki vel.
þegar þeir mæta einhverju svakagræði og bara Nei, þú veist, auðvitað eru nú ekkert allir sem eru svona jolly yfir þessu en það eru svona flest allir eins og bara ég hef sagt nú margótt bara eins og ég var tekinni í viðtali hana Íslandi í dag er það er bara eru allir að taka rosalega vel á móti mér hana og líka bara þeir eldri eru bara að hjálpa mér og segja mér hvað ég á að gera og eru búin að kenna mér helling. Það er bara gott. Já. Það er mjög gott. Þannig að þetta er bara þessi nýja kynsluða bílum sem er bara alltaf öðruvísi. Já, það er líka bara það eru mjög margir eldri karlmenn að keppa í þessu og það er búið að vera umræða í nokkur ár núna að reyna að fara að yngja aðeins það er svona aðeins verið í og þar leiðandi yngja spílunni líka stundum. Jú, akkurat. Ertu með einhverja afstöðu hvað var þar, ef þú vilt tjáðu þar það ekki, þú vilt það ekki með kvartmíluna, kvartmílklúbbin hvernig þeir eru að haga sig með að sko segja halda keppnir og halda æfingar og auglýsa og þess áttar, ertu með eitthvað? Sko, ég persónulega veit það að eins og í þetta sumar var mjög lítið af æfingum yfir allt sumarið og það var þar að leiðandi æfingarna sem voru lélega auglýstar af því það var bara nýtt lið af því gamla liði sem var alltaf að sjá æfingarnar voru sem sé og bara hættu að mæta en það er bara nýr hópur og þau vildi ekki auglýsa mikið og fá allt strax þeir voru ennþá að læra á kerfið þess vegna voru bara svona æfingar núna bara þegar sumar er að vera búið þá loksins fara þær að auglýsa þetta. Já, kannski líka vantar það kannski bara fólk til að manna þetta og svona Já, það er líka nú bara eins og bara síðanslega keppni, það vantaði mannskap til þess að halda keppnina sko. Við vorum allir mættir en það vantaði mann til þess að lína okkur upp í brautina og allt sko. Já, meina, kannski smá samræð þannig að Palli með driftinu um í kvartmílunni bara erfitt að fá fólk Það er erfitt að fá fólk sko. Það hefur alltaf verið og munur alltaf verið erfitt að fá fólk til þess að koma, þú veist maður veit að líka bara sjálfur skilur, þetta er yfirleitt einhverja helgar og það er ógeðslega mikið af plönum og sérstaklega eins og þú segir eldri menn, þeir eru með einhverja konur og það eru komið barnabörn og það eru konar alls konar ferðir og hitt og þetta þannig að það er erfitt að mann alltaf sko Já, síðan líka bara eru ekkert allir sem nenna að gera hlutina fyrir ekki neitt Algjörlega sko Já, það er málið sko Það er algjörlega þannig sko Það hefur náttúrulega verið bara helsti gallin við þetta er náttúrulega bara hvað er engin peningur í þessu og þetta er bara kostnaður fyrir alla Þetta er þannig bara en það er líka síðan náttúrulega koma alltaf einhverjir sem hafa bara hreinlega gaman að þessu og það endar yfirleitt bara í því að koma einhverjir bara sem eru mæt og eru bara komin að horfa sem endar þeim bara á því að vera að hjálpa til Það er endar alveg mjög þægilegt En núna þegar þú segir að það yngist aðeins upp fólki í kvartmílun og svo leis er yngra liðið að mæta meira á nýri bílum heldur en, þú veist, að því að nú veit maður að það er kannski ekkit það algengasta í dag að fólk komist í þessa oldsmó bíla, sko og þessi nefnitt eru því aðalega þessi gömlu kallar eins og við kallum það á þeim út af því að þeir eru bara búin að eiga þetta forever og þetta er bara þeirra passion en yngri kynslaðin kannski kemur meira eins og Mílan hefur dotti á nokkur sinnum, þú veist, kemur meira kannski úr tölvuleikjónum þar sem eru turbóbílar og svoleiði sko. Já, það er alveg algjörlega satt og það er nú bara einn strákur á mínum aldri sem er í þessum gömlu, það hann álst upp þetta og bara búin að dröma bílina hans, en síðan eru auðvitað aðrir sem eru að yngjast, það eru eins og núna eru bara er eins og fyrir norðan er STI sem er alltaf að keppa í bæði 1.8 bílinni og þannig, það er alltaf svona aðeins að yngjast, en það auðvitað kemur síðan er það eins og nokkri félagi mínir eru að keppa bara á mjög nýlegum BMW-um sko. Já, akkurat. En þessi R-Golf er þetta eini bílinn sem þú ert með? Nei, ég á eins og staðan á ég 3 bíla og ég á alltaf R-Golfin síðan á ég annan 2007 Range Rover sem ég á sem vetrabílinn minn, það er 8-cylindra diesel síðan keypti ég mér annan Range Rover bara núna daginn keypti mér það er 4.2 supercharged bíl en það er líklegast farin headbanning eða vasslás eða eitthvað í honum er alltaf ofinna þannig ég keypti hann bara til að taka henni sundur og nýta henni og laga minn sko. Ok, þú að swappa á milli eða? Ég var svona að því sko, supercharged-bílinn er með hituð og kældsæti það er svona luxusmest þægilegt að hafa en ég skoðaði sætinu, ég þarf að laga það svolítið mikið en ímíkjaleg En mótorinn, ætlar að nota hennan mótor í eitthvað? Supercharged mótorinn eða? Veit það ekki Kannski bara eftir hvernig hann er farin því það er raun og veru fyrir hann eftir því og síðan bara geti vel verið að ég enda bara á því að taka svona flestu hlutina sem ég þarf að taka úr honum og hendi yfir í minn síðan enda kannski að bara
það slúna saman og selja hann fyrir kling. Annars líka komin hugmynd hjá mér og Tryggva félagi mínum að kannski sitið í einhverjum BMF og gera þetta driftbíl. Hann 400 hestafli sem mótor, hann virkar alveg eitthvað. Já. Bara verður að hafa þrýstipröfur á kelfu á kerfið og sjá hvað það er. Já, bara, eins og bara núna bara í dag, þá vorum við að ég og pappi minn og reyna að sjá hvað þetta væri. Hann pústar ekkert út úr pústinu. Vatnið stundum hverfur það bara, stundum fer það ekki neitt, en það verðist ekkert vatn verið inn í mótornum, þannig við vitum ekkert hvert þetta vatn er að fara. Nice. Það hverfur bara. Frekar skemmtilegt. Nei. Og getur fengið svona verkfæri, sko, félagið minn á svona, kefti Sindra held ég, það er svona sett bara, með alls konar millistingum til að skrúa á forðabúrið. Já. Og þá bara pumpar upp, byggir þrýsting í kellikerfið, þá ættir að sjá hvað það leikur, sko. Já, þá ættum bara að sjá það, sínleika eins og það byggði nefnilega ekkert upp neitt þrýsting í kerfinu, ef ég leiði hann bara að vera hægangi, en leiði ég fór að gefa hann eitthvað í, þá kom þrýstingur og þá byrjaði forðabúrið að fyllast allt í einu og síðan fór að guðs út úr gufum út allt og leiði þetta. Ok. Þannig ég veit ekkert hvað þetta er, en kannski enda ég á því að laga þetta og selja hann fyrir bílinn eða kannski bara taka henni sumtur og... Það náttúrulega byggir upp þrýsting bara þegar vastælan fyrir á fullt þegar þú gefur hann minn og svona sko. Já. En þetta er svo erfitt að bílana greina eitthvað svona drasl sko. Það er það nefnilega sko. Maður þarf að hafa hellingstóli með. Mjög mikla þólu með Ég veit að fyrir einhver driftbíl eða bara hendur þetta á stand og Já, þá bankaði ég bara hjá hann og Baldri, bara Baldur, komum tölu fyrir mig. Já. En þú nefndir að með driftið, hefur sett fót eitthvað þar inn, hefur verið að prófa eitthvað? Ég hef verið ekkert upp á braut, ég bara svona aðeins verið að leika mér yfir tíðina, að spóla á ímisbílum, ég spóla með eins og 200 félagum mínum og síðan hef ég eitthvað aðeins leikið mér niður á planinu á grábílum að strikka og eitthvað þannig, aldrei neitt pröfa neitt svona almennilega. Mér hefur alltaf langað að fara í driftið, en ég er bara alltaf eftir að finna bara svona reyna að sjá og eftir að fá að pröfa almennilega og sjá hvort það sé eitthvað sem myndi henta mér. Akkurat, frekar en að fara að smíða bíl og byrja ef það er ekki eitthvað fyrir þig. Það er algjör óþarf að eyða nokkrum milljónum í að smíða bíl og síðan bara endilega vill mann ekkert endilega gera þetta. Akkurat, en þú veist, kvarkmílan, hefur það alltaf verið bara eitthvað sem þú vildi gera? Ég alltaf sko, á sínu tíma þegar pabbi minn var ungur, þá var hann sem sé að spyrna, ekki endilega lögulega, en það var svona aðeins að leika sér og síðan alltaf hef ég bara alltaf verið að fylgjast með þessu og mér hef alltaf langað að pröfa þetta og þá bara endaði ég á því að fara í þetta og pröfa þetta og síðan bara fannst mér þetta rosalega gaman og veist, ég er komin á tæpilega 200 km hraða á 12 sekundum og ég er að gera það lögulega. Akkurat, það er gaman sko. Já. Og sérðu fyrir þér að halda bara áfram? Ég sé það allavega rosalega mikið fyrir mér að ég er ekkert að stefna á það að hætta, ég er meira að stefna á það núna í vetur að mögulega reyna að kaupa mér annan bíl fyrir þetta til þess að fara upp með flokk. Ok, ertu með eitthvað í huga? Já, ég er með nákvæmlega einn bíl í huga. Það er sem sé 2018 BMW M5 Fissionbíl. Hann er álaður. Það er ekki að vilja koma úr gólfinum yfir í rétta pakkan sko. Já, bíla meiri mannalega. Bara meira vesen. Þetta er alltaf bílað maður. Ja, þú veist, ok, sko ég hef alltaf sagt og við strákunni segjum BMF bílar ekki, hann verður bara tímabundið stopp. Það er svo leys. Það er ákveðinleits að horfa á það, en síðan líka bara að segja það eins og með til dæmis eins og reynsóðurinn sem ég á, fólkið minn áttan undan mér og okkur var bara sagt að þetta myndi bila og bila og bila, því að reynsóður var bara með það á bakinu sínum tíma. En við hefum samt aldrei, bílinn hefur aldrei verið stoppið á okkur, og það er líka fyrir bara eftir, maður þarf að vera góður að hugsa bílinn og ef maður er ekki góður að viðhalda bílnum og passa upp á hluti, þá eru hlutinir ekkert endilega að fara að virka. Nei, ég hef alltaf sagt þetta sko, ég átti einu vinnufélag sem átti Landcruiser og á þeim tíma átti ég Touareg, V8, bensín sem winterbílar og hann var hvað eiga þetta sem er aukabíl, vinnubíl, þetta er alltaf bíl og öll ljósum og logandi mælaburð og hvað, ég sagði hann sko já, það eru svona 40 ljósum logandi í mælaborðinu og ég þarf að, þegar ég set bílinn gáða þegar ég að byrja á að eiga allt út, svona ok allt svo var það, já sko, þetta er alltaf bílað sagði já, en kíkta undirvagnina mínum og kíkta undirvagnina þín hvor er ónundur riði svo sagði líka við hann, sko þinn Toyotan getur verið með allt bílað allar rúðubílar, allar perubílar, allt ónýtt hann kemur ekki með neitt ljósum mælaborði
hann segir bara að það sé ekkert á honum. Einu munurinn á, eins og túringin sem ég var með, það var bara ljósa því að einn per var sprungin og hitt og þetta og skilur skinjar að rokkjáta. Hann er hann bara láta mig vita af öllu sem að. Ég bara kýsa að laga það ekki, þetta er undirbítar. Skilur við, það er einu munurinn. Það var alveg svo það logar véljós í reynsónum mínum, ég veit alveg hvað skinnir fyrir ekki ventilin í honum, en ég eitthvað sem að fara að taka hann úr honum. Og síðan líka villa á loftbúðafjörðinu í honum, því það hæðaskinnir sem leiðilegur. Já. Og síðan líka vill á rúðubistokkin mín af því að skinnirinn honum ónýtur. Já, og sér það getur verið eitthvað að rúðubistótinu í Toyota. Hann bara ekki meira skinnjara og hann lætur það ekkert vita að það sé bilað þótt það getur verið jafn mikið að þeim. Nei, þú tóa bara í að byggja rúðubistu sem kemur ekki neitt. Já, nákvæmlega, þú veist, hann lætur ekki vita þú fattar eitthvað sem bilað og seint. Þannig ekki búin að láta það vita. Það svolítið þannig, sko. Þannig að þetta ekki eins slæmi bílur og fólk segir, sko. Nei, þetta það nefnilega ekki. Og það sé náttúrulega eins og það maður bara að vera duglegur að hugsa þetta og pæla út í þetta en ef þetta vetrarbíl kannski manni svona heil alveg sama en já, það fyrir í gangi heili þó já, en samtilega ég horfa á reynsúrum minni vetrarbíl en þetta líka bíl sem má draga 3,5 tonn lögulega þannig að þetta líka dráttabíli minni þarf því að halda já, þetta bíl þetta ekki svo döstur minn hins vegar það mjög þægilega það ef ég rosalega mikið að drífa mig þá fer ég ofta á honum að því ég get farið yfir hraðarhendinir mjög hratt á honum og án þess að finna fyrir þeim því loftbúðahörunin svo mjúk í honum það yndislegt þetta nefnilega málið að margir segja þetta bara já, hérna þótt að sko, mikið fólki svona almenningur sem ekki í þessu sko þeir halda bara að bílinn fær skoðun og það engin ljós í mælubúrið það bara ekkert að hann það bara ekki þannig Nei, síðan líka bara það ef maður þekkir rétti fólk þá getur maður fengið skoðan og allt Skulum við ekki fara út það En þú veist, það með skoðun þú getur farið með bíli gegn skoðun sem bara með stangalegu glamri eða bara undirlittu tikk og alls konar skilur og þeim alveg saman svo líka það virkar allir öryggisbúnaði, bremsur og allt svoleið sko Bílinn getur verið olíulegur svo gangandi og þrem og gírgassin að hrynja og hann fær samt skoðun því hann öryggisbúnaður í lagi sko Akkurat, þannig að fólk veit ekki alltaf einmitt, það alltaf maður sé bíla til sölu bara ný skoða það segir ekkit allt sko Nei, það segir nefnilega alls ekki allt sko, það segir bara að þú getur kert í 12 mánuði viðbútt á þess að hafa áhyggjur af því sko ef ég fer að kaupa áhyggjur að fá að laga að stafba að klippa númerinn það er einu sem skoðurinn gefur þér hann getur verið handónundu þess að algjörlega, en síðan líka það sem ég miklu meira svo spennt fyrir frekar en ég fer að kaupa nýja bíl og ok, hann kannski ný skoða það bara geðvitt, þá þarf ég ekki að fara með skoðun en ég hef svo miklu frekar til að sjá stóran viðgerra reikning og sjá hvað búið að laga í bílnum og hvað var á honum og síðan kannski vera þá með álfarstölu og tengja og sjá hvað villur eru á bílnum svo ég veit hvað ég gæti þurft að gera eftir vill eða myndi eitthvað að gefa sig Já, eða búið að smyrja nú oft og það skiptir mjög mjög máli að smyrja bíli sem þennan tíma Algjörlega sko Sérslega með tímakeið Já, ég með 2 í gólfunum mínum það er ein sem tengir einn gangstasinn og síðan er hinn sem tengir gangstasinn saman það getur ekki verið meira flóknara Jú Þú ert með VAF6 Audi og Volkswagen Diesel BMF Valvetronic drasli sem bílar alltaf maður Já En bíladellan, þú talar að pappin hafa alltaf verið að spilna á eitthvað Kemur hún aðalega þaðan? Hún kemur aðalega frá pappa mínum en síðan alltaf svona mamma mín líka svona smá hún hefur smá áhuga bílum og en síðan hef ég líka alltaf bara frá því ég var ungur alltaf verið að fikta í bílum með pappa og síðan fór ég líka þegar ungur fór ég margótt upp á Jökli fórum við fjölskyldi fyrir bara upp á Jökul og ég kom í Eppanum hans en ég hef alltaf haft svona alveg áhuga bílum og síðan bara fann ég mér gæti verið að leika mér að keyra og sérstaklega bara ára 17 og þegar ára 17 var komin í frelsi sko Algjörlega sko En þú er slertur á jeppana Ertu með smá jeppadellu? Langar í eitthvað svona? Það eru komnar hugmyndir Já, bæði mér og pappa að breyta reynsónum mínum örlítið Ég langar mig líka Ég var næstu því búin að kaupa núna bara seinasta vetur að kaupa mér 38 tóma breyttan Land Cruiser En bara málið það ég á helst ekki að keyra mikið beinskipta bíla og langur sem var beinskiptur Er ekki einn reynsóður á landinu sem upphækkar? Ekki reynsóður sport sem eitthvað Nei, þeir eru miklu fleiri sko Ég sé það bara, ég veit ekki Það er einn strákur sem ekki, hann myndi Hilmar hann með Ford Ranger í spurninni
Hann og pappan segja eldri gerðina á Range Rover með M57 sem komin á 35 tómi minni mig. Síðan annar sem 4.4 var fátt á bensín BMF mótorinn. Hann 35 tómi brettur og síðan alltaf Range Rover Sport, hann komin á held í 44 eða eitthvað svo leiðis. Þannig að það alveg hægt að breyta svo. Síðan líka bara einn Land Rover Discovery 4 sem var nú bílasýningan á Akureyri og hann orðinn 44 tómi brettur. Já, ég veit Discovery, það margir þeirri breytir sko. Ég bara sá einn Range Rover sko. Þeir nefnilega fleiri sko. Ég veit Discovery sko. Það er alveg svo það, ég veit ég reyndar ekki séðan, ég á til mynda hann fyrir lengur síðan. Subaru Legacy sem á 38 með 40 tómi dekkjum. Já, það má gegja þér. Já, en það samt bara Land Rover grind og Subaru body. Þannig að það raun og verið Land Rover. Ég skil. Já, þú getur engin sjans að gera það. Nei, þetta líka ekki Subaru mótor hann eitt í Subaru. Þetta bara diesel Land Rover mótor. Þú þarft að elska Subaru held ég ógeðslega mikið til að gera svona. Sko, þetta alveg. Þetta samtalið svolítið fyndið, skilur. Ef að body var handónýtt á einu bílum, skilur, bara reikaði drasla, bara herru, hendum Legacy body hún að þetta maður. Já, ég get alveg ekki skilið það. En ég get alveg sagði það, ég núna átt 3 Subaru og geðveikir vetrarbílar. Já, ekki er. Geðveikir vetrarbílar, sérstaklega ef hann beinskiptur sko. Já, þetta bara góður vindurbílar. Með háa lágadrifinu sjá hann til. Já. Þá þetta geðveikt. Að þá með 250 hestöfl. Og setur hann í lága. Já. 200 hestöfl. Ég ekki meira sko. Já, alveg. En bílarnir sem að komur svona aðal í motorsport, eins og tala pabbi hennar spilna og eitthvað, var hann á einhverjum svaka bílum? Sko, þegar ég var yngri þá var hann nú ekkert á einhverjum svakalegum bílum En þú ljómar eins og hann sé á því núna kannski? Nei, ekki núna. Ég bara hef alveg heyrt sögur frá því að pabbi minn sem sé bjó fyrir norðan og hann búin að eiga alls konar bíla, átti Sunny GT og síðan líka keypti hann á sínum tíma Chevrolet Novu sem mjög finna sögu sem sé að hann var lagður eitthvað safn eða eitthvað fyrir norðan þar fyrir ofan var bara stór klettur og þar var bíó og það var sem sé Fiat 500 sem að var glemt að setja gír og handbremsu og rúllaði fram að klettinum og endaði að því að fara hann á húttið á Novunni sem hann keypti hann á svoleiðis og hann kaupi bílinn, tekur einhvern 8-cylindra mótor og smíðar hann upp og gera allt við hann og hann með eitt markmið þegar hann smíða að gera þetta hraðasta götuspunnu bíl Íslands og hann náði því þáka til að einn kallina í garðinum náði að vinna hann og hann keypti bílinn á hann. Hvaða bíl var það? Það var minni mig Pontiac Firebird eða hvort það var Camaro, ég manna ekki alveg held að samt að það hefur verið Pontiac ef mann er rétt. Áhóttu bíl. Við fengum hérna sent frá Norvel að spyrja þig út í LI224. Já, það sem sé ég vil telja það sem fyrsta bíli minn en sem sé það raun og veru annar bíli minn það sem sé Mark 5 GTI sem ég átti á sínum tíma það var 6 gera beinskiptur GTI og sá bíl var mér raun og veru eiginlega allt á sínum tíma ég hef búin að eiga nokkur túsugallum í hann búin að bara fyrir veturinn 22 teki túrbínun úr honum þegar túrbínun var að byrja að gefa sig og klemma og var bara bókslega farin í tvent sko. Þannig ég tek hann úr honum og læt senda hann og gera hann upp og kaupi síðan pushker og eitthvað í bílinn og allt líka og síðan allt gott að blessa með það og síðan ég loksins búin að laga bílinn og fyrir út á nóttina á honum vikunni seinna þá var ég hirtur á lögreglunni og það reyndar var mjög fyndis að það var ekki gert alveg löglega en ég kærði og þar leiðandi reyndar hef ég ekki borgarsættinu og það þarf ekki að gera því ég vann málið nice. En síðan hins vegar seinna á árinu 23 þá lendi ég í mjög alvarlegu slysi á honum Já. Og hvað skeiði þá? Það sem sé raun og veru skeiði það að eldri maður fær aðsvið og líður yfir hann og kemur yfir á mín akrein og fer á bílstjóra framhónið á bílum mínum Svo að mæta þér? Já, fer bara yfir á minn vegarhelming og fer fram á mig Hefur verið harður árekstur? Sko, við læknirinn minn upp á gjörgæslu reiknaði þetta með mér höggþyngdin sem fór gennum bílum minn og mig var reiknuð á tæpum svona 8-9 tonnum höggþyngd Var hann einhver stórum bíl höfði? Þetta var svona
nýlegur Land Cruiser á sæl og ég var á litlum GT en ég bara heppin að fór ekki yfir mig sko. Já, það fór í gegnum því Já, sko, já Golfin segur þá Já, golfin, það var líka svona, ég keipti bílinn á norðan og hann búin að vera fyrir norðan eða allt sitt líf þannig að hann var eiginlega reiðlaus Jú, þetta er gammal bíl og þetta var svona smábyrja að sjást hér og þar í honum en var svona alveg þokkarlega heill og reiðlaus en hins vegar skemmtilega að sagja með þann bíl mótorinn úr honum, þótt hann var svona klöstur og fín, mótorinn úr honum fór í gang eftir þetta Það er Já. þetta svaðalegt sko en girkassin eins og virkaði ekki Nei, Já, væntanlega ekki En hann allir sem talar ruslum Volkswagen Já. Þetta eru góða bílar Þetta eru indið það sem að keipti ég með nú annan golf Já, nákvæmlega Og svartu líka Já, Já, Ég Áður líka svartir. bara út frá myndum hérna sem að ég fekk senda sko, þetta er bíllinn er í rúst Já sko sem líka gengur alveg inn í hérna bílstjóra Já, ímið sko þú veist væntalega kliftur út Já, það er engar hurðarabílun lengur Nei. bílstjónum megin og sem sé, ég missi bara meðvitund bara leið og höggi kemur sko. Já Akkurat Þannig að Og þú talaði bara hérna, rétt á hann að þú ætti ekki æskilegt að vera að keyra beinskiptabíla er það það er, sem sé, orsök þarna? það er núna því að ég sem sé, er með mjög mikið járn bæði í hægri vinstri mjöðminu minni og vinstri lærleikinu mínum mér vantar styrk í vinstri fótinn Okay. en ég get það alveg, ég get bara ekki gert það lengi Já, ég er sérst upp á kóplingun að gera Já, þannig að ef ég væri eins og í bara morgun umferðinni þegar sérstaklega þegar skólanur eru að byrja núna ég myndi aldrei meika það sko. En það hins vegar á að geta fengið það tilbaka bara með tímanum Já, ok Og það er sérst upp á, það er búið að skrúa og setja eitthvað Já, ég er með tein yfir allan lærleikin á mér, ég er með 2 skrúur alveg upp í mjöðminn á mér og ég er með skrúur líka hérna neðst í lærleikinum til að halda teinunum og líf og síðan er ég með miklu meira í hægri fótunum sko. Já, ok, wow Sæll Og hann er samt betri Sko, hann er betri upp á svona hlut að gera keira en að koma að göngu og beigja niður mér þannig að hann er ekki góð með það að gera það vantar miklu meiri styrk í hægri fótunum á mér hann eins og sé bara yngjöfun hann eða ég er góður þar Akkurat, Já, algjörlega Já. En eins og hendur og svo leys Slapp það alveg Já, efra líka með mér slapp alveg nema það ég fekk smá höfuhögg en hann slapp ég bara mjög vel og veit ekki ennþá hvernig ég er með grunur, ég veit það, ég var með lítinn skurð á hausnum mínum, það var líka bara til að glerbróti brotnaði og skar mig Þú slappst samt kannski ekki alveg Sko- að segja vel en hérna Sko, jú, þú hefði getið enda verra Það er hægt að segja að ég slapp svolítið vel af því að eitt af þeim fyrstu hlutunum sem að læknirinn minn sagði við mig var að hann var bara mjög hreinskilinn og svona eldri maður, hann var mjög hreinskilinn hann horfði á mig og sagði, þú átt að vera dauður Sæll en ég sagði bara, ok hvernig á maður að svara því Akkurat Þannig ef þú hefur verið einhverjum japansku dollu svo bara ef þú verið döður sko Það segði að finnast að við þetta á þessum tíma átti ég beinskipta impressu hatsback Það hefði ekki endast eins vel á henni sko Nei, ég hefði öruglega verið annarkvort bara í kistu eða bara í hjólastól Já, Það er Já svo þýrskipillin er ekki að slæp sko Hann er stundum bara betri Þetta þýski bílanir eru hannaði fyrir autobahn Já, hann er bara vonið sko fyrir það- hvaðan. það keitt svolítið hrattar sko Já, já En fyrir mótsporti varstu í hjóla íþróttum Ég var atvinnumæður í reiðhjólum, já Í hverju þá? Downhill eða? Ég var aðalega að keppa í downhill og enduro og svo leiðis Ok, og var að keppa í því á sínum tíma í rúm 9 ár já, ok, ok, vá Og það er eitthvað sem að þú hættir að geta eftir slísi þá eða? Nei, ég svona raun og veru var hættur í fyrirslis Ok, hætti 22 bara þegar var nýlega komið prófið og þá hætti ég því og síðan bara svona hefur mér svona langað alltaf að fara aftur í það en síðan bara eftir þetta slís þá eiginlega bara get ég það ekki þegar nýða mér hægra nýða fór svolítið illa þannig ég bara, það ræður ekki við það nei Já, menn Það er ekki Já, þetta hefur svolítið meira áhrif en maður heldur þetta er bara að gera það sko og síðan alltaf er það, ég fekk líka alveg rosalega töfum og ég er í vandamálum með skamtíma minni mitt líka, þannig stundum á ég það til að segja sömu hlutina aftur og aftur og aftur Já, ok Það er, við látum Norvik klípa Nei, Já það þarf að vera sko Já, En hann að nú ert búin að duglugur að svolítið að fara á aðeins já hærri nótu bjartari nótur Sko, þú ert búin að vera hérna
duglur að mæta Já. á hittinga og svona dót. já. Margir sem eru í bara, sko segja, bílamenningar heiminum á Íslandi þekkja því að hafa sér bílið inn og sá að þú þetta duglur að mæta og svona. Já. Hvernig fannst þér hittingarnir okkar í sumar? Mér finnst það bara að það er drullu skemmtilegir sko. Það ekki bara? Jú, mér líst miklu betur á hittingarna ykkar heldur en á hittingarna hjá, ég segi nú ekkert andilega hverjum en þessi hittingar sem Við segjum hver, við veitum alveg, við erum að tala um það oft sko. Já, við veitum alveg nákvæmlega hverjum Já. En ég bara, það eru bara orðnir, bara líka bara orðnir krakkar að leika sér og það er ekkert endilega að gera endilega hluti sem ég veist gaman og síðan líka er það, ég nenni ekkert að mæta á hitting að fara að spinna þegar ég er nú þegar að keppi í þessu Já, ég meina, hún fer að spilna á móti ekta bílum, Já. á móti 530 í sem er púslus. og síðan líka vera að elska það, þegar þeir halda þessa hittinga og eru að spinna þótt að sé grænandi reyning, ef ég lonsa bílum minnum í reyningu, ég spóla fyrsta, annan og stundum þriðja á öllum fjórum það er ekki gaman Þú væri mjög vinsæl þar sko, það er allir að golfherra það. Nei, Það er bara margir golfherra það. þeir á R-Line hafa það rétt Ég sé 2-3 ekta sko. það er svona yfirleitt þeir eru mjög markjarnan á R-Line sem eru búin að setja R-lookalike pústók þannig á bílunum Já, meinar. Já. Það er einn þannig hvítur sem er alltaf, hann mætir á planið sko. Já. Hann launchar bílinu svona 15 sinnum á planið. Upp í annan gír, það slæðan af. Það meikar engan sem sko. Nei, ég meikar enga sens og ég er líka alveg satt að það kúplingarnar í gírkarsunum honum er ekki góðar Er þetta rétt sem ég var heyrtu með R-golfina hérna, hann leifiði bara að launcha hann x mörgur sinnum, svo kemur eitthvað ljóð sem erðabóri bara höfðu, þú mátt ekki launcha hann lengur eða eitthvað. Ég hef alltaf ekki lent í því og ég hef lansað bílum minn þokkalega oft Já, ok. Maður hefur heitt þessu sögu sko. Þetta er einhver hræðslusaga sem við erum búin að vera að heyra. Þetta er bara netið sem er að reyna. Já, það er mynd málið. Þegar einhver Volkswagen heitir bara sem að hann satt heima og hvað á ég að bull í dag. Já, þetta er fljótast í bílinn undir fyrir þennan penning og ætla bara Þannig hrun yfir hann. við setja heima þess að vera bara þú getur ekki löndsað nema 7 sinnum senn. Já, það er alveg mjög mikið um að því og síðan alltaf veit ég það ekki það getur vel verið að sé máttu lonsa bara x oft á dag kannski á orginal bíl af því að þú mátt ekki bara lonsa honum back to back to back af því þá ertu að fara að stúta kúplingunum í kirkjarsniðinu Ég veit ég þekki nú að leikmann sem var mættu á æfingunum, hann er á stage 3 bíl komið stærri turbinu og allt og hann var að fara bara back to back to back í spinnur og hann fekk líka meldingu í mælaborði að það kúplingarnir voru ofinna Ok. Þannig að maður þarf alltaf að hugsa þetta svona aðeins og reyna að gefa bílum svona stundur svo að kæla sig inn á milli því annars ertu bara eins og bara með allt ef þú keirir hann bara sjónandi heitan þá ertu að fara að eðilega eitthvað Já. Það er bara þannig í öllu, það er ekkert bara í þessu það er bara þannig í raun og í öllu sko. Þetta þólur bara ekki mikið. Já, Það er bara hann sko. það þólur ekkert allt Nei, það er bara hann sko. Já. En hefur ekkert verið að pröfa ringakstur á honum? Ég hef svona ekkert almennilega að pröfa en ég hef keyrt brautin á honum en það er bara haldið þannig að ég er það óneitur í bakinu en ég ræði ekki við það Ok, en ertu það ekki træddu við driftið samt eða? Ég hef nú alveg farið nokkra ringi en það, veistu, það er rættur við það en það er líka bara, ég er svona meira gaman að driftinu Og kannski þægilega að þú ert með 6 púnta belti eða eitthvað alveg fastur þá ertu meira bara að hreyfa kannski bara fætunar upp og niður og hendur, þú veist ekki að kastast til og frá Það er miklu þægilega sko og alveg eins og það, ég hef farið núna í bíl með honum Júlían félagið mínum hann er alveg ótrúlega fáránlega góður bílstjóri ég byrja að fá bæði með honum í gamla bílu sinni sem var bara 2.5 mótor og engin blóstur ekki neitt og hann virkaði ótrúlega vel og ég, veistu, þá fóru ekkert allt og illa með baki á mér en þá var endur síðan fór ég eftirslýs að fór ég í hringbílum að strikka með honum gráa við byrjum að því að segja djöðsins dolla það er allt Þetta er sögt með sæl, hvað er? Allt sem getur bankað í þessum bíl er að banka það er ykkur fóðringi spinninni að banka dempara fóðringin sem er á toppinu demparunum og keirin á bílinu á Malbyggi það eru gling 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 það er alltaf að banka en það er ótrúlegt hvaða Tryggvi nær að kasta þessum helvítis bíl Já, ándjóks, það er fáralegt sko maður er mitt síðar að hérna, maður er búin að ræða mitt við hann hérna, bara, þú veist að það er margir búin að segja mér fáralegt bara hvað næra að spóla á þessum bíl Þetta er orginal 100 okkar hestöp þetta er 110 hestöp max og það þetta virkar, veist, ég fengi að pröfa að spóla svona öll í dánum bara en á planinu neður á völlunum en á mjög lokaða svæðinu og þetta er samt alveg
ég hef alltaf meira svona tilfinning fyrir bílum og mér langar alltaf að finna fyrir hreyfingunum með ásinn, hann er svo stuttur þetta er alltaf meira svo kompakt og finnur ekki, hann er svo snöggur og litla hreyfingar ég hef miklu meira gaman svona aðeins lengri bílum sem ég finna þess meira fyrir og ég get pælt út í ég hef alltaf verið mjög mikið í því að pæla út í bæði þegar ég var í hjólunum og öllu, ég hef alltaf verið að pælt út í hvernig ég get gert þetta, hvernig ég get gert þetta betur og reyndar skemmtilegsta spólið sem ég var, það var reyndar í snjóstormi, ég var að fara upp kampana á gömlum K2500 6.2 non-turbo diesel pikka í félagi mínum ljósnóna virkaði ykkur fyrir skít Tryggvi var fyrir aftan mig á hvítabílu sínum og ferðin byrjaði þannig við fórum bara yfir hæðin og fórum að spóla og leika okkur og ég átti að vera dráttabíl fyrir Tryggva þegar við erum að komast í Hveragerði þar sem að mesti snjórinn byrjaði að vera þá segir eigandinn á bílnum heyrðu, passaði bara ekki fyrir framdrifið ég bara nú okkur, framdrifið er brotið Já, næs þannig að hefði annarkvort ég eða Tryggvi fest okkur þá hefði við verið fókt Það verið verið að þú með festaði sko, Það er ekki séns að bjóðum að draga hann út sko. Nei, þetta er bara stóra amerísku bíl hvað meinar, þetta er bara físlétt Hann hefði bara verið pikkfastur ef hann hefði verið bara í afturröðdrifinu að reyna að draga hann úr sko. Já, allan daginn Skólaði niður En síðan á leiðinu tilbaka þá var komið bílið svo sem ég sá ekki 5 cm fyrir fram á bílinn og eigandinn á bílinn var komin svolítið ítlaðas og kallaði mig aumingja fyrir ekki að spóla á hliðið upp kampana þannig ég hendi bílnum bara á hlið í snjóstormum, sé ekki neitt og síðan fæ ég símtal frá bæði Tryggva og Balla félagið mínu sem voru í bílnum með Tryggva hvað ertu að gera? Ég bara líka mér Nei, það er svona stundum veru eimskulegustu hugmyndinar, skemmtilegustu minningarnar Það segja mér að dráttarbílinn hafi verið kannski betur að spóla mjög Ég segi það nú kannski ekki alveg Ekki mikið verið þá Nei, ekkert mikið verið sko En þetta er stór pikki að það fer helviti nú fyrir og þú þarft að vera helviti stórt blás til þess að geta leikið hér eitthvað Já, skemmtilegasti vindrbíti sem ég átt var var hvað, 2001 Pyro Það var 35 tómu að því að það besta við Pyro er sem þetta er miklu betur bíl langsúsir á mínum að sko. Já, alltaf það að því að þú getur sett inn í afturduð og djúvið spólur í snjónum maður og gegn að vera 35 tómu það er alveg saman kanta bara inn að bæja sko þannig að bara ferum kant aldrei og finnum ekki fyrir það svo ef þú mökkar hann í skafl þá bara hendur hann í fjölhættrið og hann keyrir beint út Já, auðvitað þetta er bara besti drittbíl í veturinn, Pyro Ég var alltaf, ekki alltaf ég var einu sinna á Toyota Touring Station bílinn þessi gamli skemmtli maður, það var geggjaði vetrabíl sko. Það reyndar, svo brotnaði ballastöngin aftan á honum, þá var maður sjóveikur þegar maður var að keyra hann sko, hann vaggaði svo mikið sko. En það var geggjaði vindibíti sko. Eitt af þessum skemmtilegustu og bestu vetrabílum sem ég hef átt er 2007 Subaru Forester hann dreif allt ég var að keyra ekki snjó upp á húti á bílum og hann hélt bara áfram, hann stoppaði ekki ég veit ekki af hverju, hann bara stoppaði ekki í mínum haus hann var að fara hluti sem hann átti ekki að geta farið Saman með Duster og setja hann í fyrstakýr og bara klæðskikar hann í snjó í skafl, hann bara stoppar ekki mikið ekki sens Nei, þetta á að geta að virka svona sko. Þetta bara gerir það Ég var að vaða á skafla sem voru yfir hútið sko. Ég bara hókið bara beinti stýri beint að þeim og gaf í og hann bara fyrir ekki eins og reyna það eins og núna veiturbílinn sem ég er á núna hann reynsúðum minn er 2,8 tonn að ef ég fer í skafl eða ég festi bílinn þá þarf ég svolítið helvíti stóran bíl til að draga mig en hins vegar ég er mjög kjörinn dráttabíl en það er líka alltaf hringt í mig eða einhver vinahópunum minn er fastur Já, það var vesen eða dráttabílinn er fastur Það er svolítið meira vesen sko En það var líka alveg svolítið vesen núna segjast að dekkin á honum er ekki teka alltaf góður, svolítið gömul, svolítið hörð að ég var að fann niður brekku það var bara glerhálka, reynd að bremsa ítt á petalan, ekkert gerðist ég bara áfram, ég bara ekki, fuck og félagin var beint frá mig, ég lá á flautinni trullaði þér frá og hann færi þessi sem betur verið, ég var einmitt að skipta núna á Fordinu hjá mér ég er með 350 Ford og ég kefti það er ekki landsíðan sko, bara 2 ára eitthvað kefti ég, bara ný dekk undir hann á felgum en ég pældi ekki í því þegar ég var að kaupa það ekki ég var að selja þau, þá var hann búin að liggja með þau bara inn í skúr í 4-5 ár þannig að svo var ég búin að vera að keyra á þeim í 1 sumar 1 vetur
og það var bara morkin og byrjaði að springa alls staðar og byrjaði að leka og við varum búin að láta laga þetta nokkru sinnum og eitthvað og núna, ég endaði bara núna á að skipta þessu öllu út, maður keypti bara nýja felgur og dekk undir hann en hann dreif helviti mikið þó að dekkin voru, þú veist, að þið voru svo gróf, þetta voru svona MT nagladekk sko, dreif helviti mikið, ég var alltaf að draga einhverja túrista þegar ég var á leiðinni heim upp á Skaga, það voru einhverja túrista búin að keyra út af og hann alltaf bara bratt báðum einn við sko og ég kom einhvern veginn að þannig það var einhver transit sendibíl eða eitthvað sem var búin að binda í, það var Duster út af auðvitað Milan, auðvitað Duster og þá transit sendibíl og hann sko að hjakkast, hann bara bakka og bara negla áfram, bara búm, búm og ég kem hann á fólðinu og ég segi vantar ykkur eitthvað hjálp eða ég draga ykkur upp eitthvað, já heldur þú náir þið, já fer setja hann í fjórhjóladrifi setja hann bara í drive svo bara svona byrja að láta hann renna áfram til að finna spottin herðist og svo ég bara fara áfram og svo finn ég bara byttið spottin ekkert að herðast og að lítið sem speilin þá var bara Dusterinn komin upp á bakur fann ég ekki svona fyrir ég byrjaði að draga Það er eitthvað svo skemmtilegast að drátt á sig sem ég hef lent í, það var núna bara í vetur þá var hann Tryggvi á Defendurnum með fjölskyldina hans, þetta er 38 nóvember Defender með pallhísi á pallinum og bílinn er ykkur 3,1 tonn og ég fer á reynsvonum mínum fer að draga hann og kíkja á þetta það fekk Tryggvi sem sé sniðugu hugmynd hennar að leggja bílum í skafli og þá vantilega, þá laði fólk í kringum hann þurfti að fara meira inn í skafli, þá vantilega sökk bílinn bara og ég ferði hana, ég og pabbi förum hana og ég bindi spottan í og ég hendir bílum mínum í lágadrif og pröfa svona aðeins að tóa hann rólega, það gerist ekki neitt þannig ég bakka, ég setja hann í drive botna hann og bara kippa og kippa, ég þurfti að kippa svona 15 sinnum í hann þá getur hann loksins komið upp úr og síðan sagði líka pabbi mig það að krókurinn hans var að bogna við hvert högg sem ég var að taka ná bílinn sko. Málið með svona stóra bíla en eins og með vörubílana sko. Þú veist, það þarf svolítið mikið til fyrir þess að renna til og festa sig en þegar þeir byrja að renna eða byrja að festast þá ertu steiktur og það er voru lítið hægt að gera eitthvað í því til þess að bjarga þér sko. Ég hef alveg verið á gámanbíl með beisisvagn þegar ég var að keyra niður kampana í hálku og það var ekki en síðan líka það ef maður er á svona stórum bíl eins og ég er ekkert stærsti bíl sem ég verið á er bara 3500 ram en þegar byrja að renna það er svo lítið sem maður getur gert sko. Þetta er svo þetta er miklu verra með vörubíluna sko, því að þú það sem finnur ekkert fyrir það að sé ekki að slappa eitthvað hann bara keyrir yfir þetta það þungur, svo allt inni byrja að renna það bara fuck það getur voru lítið gert sko þetta er mörg og nokkur tonn þessi bílar að hvað það fara að gera, bremsa ég var þarna viktaði ég þegar ég rendi þessu þá viktaði ég 44 tonn samtals með 44 bílinn og vagnin það shit það er fokkin mikið með gáum mér á bílnum og gáum mér á vagnin hvað varstu með? Rusl ok, það er svona það er alltaf þjappa vel í þetta og eitthvað þetta ruslið er nefnilega bárunlega þungt sko ándjóks sko. það er nefnilega, það er mikið þingar heldur bara eitthvað vöruflutningar því að það er yfirleitt svo mikið tómarými og plast fyllingar og eitthvað shit Tengdabróður sem vann hérna á Terra þegar ég var að vinna líka hann var að keyra hann var á eina trailerin sem þeir áttu hann var að keyra þess að ruslið frá Hammarfirði það var sett allt í svona pressa allt saman tróðið í vagnin og svo var það keyrt upp í Álsnes í Mosó í urðun og það var einmitt bara þetta er bara þétt í svona kubba var í svona pressu og tróðið í vagnin hann var alltaf undan þáu hann var alltaf yfir 50 tonn hann bara keyrði bara undan þáu þannig að það er bara oft er það gert sko. það er svona eins og þegar ég er í umferðinu sérstaklega við veturinn ég vill ekki vera í kringum þessa bíla sko. ef ég sé svona bíl annarkvort bruna ég fram hjá honum og kemst með lengt í burti frá honum og ég get eða bara mjög slagur fyrir aftan hann menn flesti sem er að keyra þetta er nú alveg helviti segir sko. ég veit það en það er líka bara það er svona eitthvað sérstaklega ef það er komin snjór og hálka það er svona eitthvað sem maður er ekki alveg að treysta við þetta það kemur á óvart hvað er mikið gripa á sko. það er fárlega það var miklu meira gripa á því heldur á bílum mínum sko. en eins og ég segi svo þegar þú kemur á þeim punkt að hann byrjar að renna þú getur ekkert gert sko. þú bara raunin náðans getur bara sleppt stýrið og bara vonað það besta
nánast. Þú ert raun og veru bara að reyna það sko. Já. Þú ert bara along for the ride. Það er ekkert annað. Já, þetta er nefnilega. Það er svolítið þannig sko. Já, Nei, þetta er gaman. komst að gera það. Það stundist í veturinn sákur. Já, Það er bara komið skýta kuldi um morgunin og já, það var bara Kvöldi. það var náttúrulega bara að snjóa núna fyrir norðan og eitthvað sko. Ég fekk snöpp að því bara, það var bara snjókuma og skemmtilegt. Þannig að nú er allir að fara að dusta af vinterbítunum. Þú komin á Duster. já, ég þarf að finna dekk, einhver ásæðan sem dekk fyrir mig ódýr þá. Já, 514,3. Pantaðu bara fastbart. Já, Ég er það mjög ódýr, Já, það vindur bitur sko. þegar hún vantaði felgundna þá líka. Já, ég tími ekki að bara fyrir umfylgjum og hvað það er. Sko, Ekki á vinterbiturinn. að því vorum að tala um hérna vinterbítir á góða bíla í hálku og eitthvað svona. Einu sinni var ég á E39 og hérna bara með alpínu lipi, lækkaður og eitthvað og við förum út, það er eitthvað smá snjókoma og við förum upp á Korpitorg og erum eitthvað að spóla og leika okkur svona. Og svo legg í bílnum, Norvel var hérna nýbúin að kaupa held ég, hvað er þetta, Ford Escape eða ekki? Jú, Ford Escape. Og við förum inn í bíl í honum og förum að rúnda niður í bæ og það bara snjóar og við erum eitthvað að horfa á fólk, eitthvað búið klessa og eitthvað svona úkstafindið og ég held við vorum svona 3-4 klukkutíma bara eitthvað að rúnda og pæli hvað að vera mikill snjór. Þangað til við föttuðum og við þyrftum að fara að sækja bíli minn upp í Korpitorg og þá var svona, þú veist, náttúrulega að brekka upp bíli minn inn á Korpitorgi. Það var örugglega komið svona hátt upp í hálfan metur af snjó og ég fór hana, ég var sko að festast allan tímanum meðan við vorum á leiðinu upp. Ég skóf götuna á leiðinu út og ég man ekki hvað voru margir, það voru svona 3-4 til 6-7 alla leiðina upp brekkuna íta mér þannig ég myndi komast út af planinu og það sko bara þú veist það þurfti að íta mér í gegnum hringtorkið og allt bara til þess að koma mér á götuna þannig ég kemist heim og ég átti heima hana í Breiðholti á þessum tíma og ég komst sko, já ég náði að keyra upp í Breiðholt og festi síðan ykkur starf á Breiðholtsbrautinni og labbaði restina og Við erum bara einu sikil lengur. já, basmóður mín hann var með mér á þessum tíma og ný komin úr hálskirtlutöku við ákveðum að taka eitt ring, hún átti að vera heima bara og kom að taka eitt ring, endum að þurfa að labba ógeðislega langt og hún var að drepast eftir þetta sko, það var ekki eðlilega gott sko. Varstu lamin þetta kvöld? Það fekk ekki að sofa upp í rúm. Hann svaf í geimslinni. Svaf svo Og svaf í bílnum og lét hann tilbaka. Ég hef aldrei öfundar Norvel jafn mikið þarna eins og að vera á okkur fjórhjóladrifnu í eppa þegar við vorum að tróða að því ég var heldur ekki einu svona með auga, þú veist, ég gat ekki látið Norvel draga mig þannig að við þurftum að íta mér upp og var enginn að það með BMF auga sem að passa á bílnum sko. Það var ekki eðlilega pyrrandi sko. Ég lærði það hérna frekar hljóðlega ef einhver í bílnum á einhver svona afturhjóladrifið þess að spóliðveiturinn, fyrst sem við gerum við finnum augað og skrúum það í það er bara fyrst sem við gerum við lærðum það einmitt með svona bút en þú snertir að Escape Já. Ég átti þannig að fórða mínur áttu Escape Okay. ég var að vera á 17 ára og hérna maður fór sem að leggja sig á hann í veturinn og þetta er svona en vissið þú Norvel triksið með Escape að setja henni afturdrifið Nei. vissið það ekki? Já, einmitt ef þú átt Escape svo 2003 til 2009 eða 10 hvað sem þeir eru og ég veit ekki hvort það virkar með Explorer ég grunna að það sé alveg eins á skiptirinn, það er sjálfsýttur það er svona overdrive takki ef þú kveikir overdriveið þá slekkur hann á framdrifinu What? Jöp, Það er grillast ég prófaði einu sinni að ég var að fylgast festist með overdriveið og hann bara gaf í og snúði bara afturtækin ég bara slökkt á overdriveið þá bara kerði hann út og ég bara what the fuck þá er þetta overdrive náttúrulega til þess að eyða minna bensín á svona highway og þeir eru náttúrulega þetta er 2005 Ameríkubíl þeir eru ekki mjög flóknir eða svona sophisticated mjög einfaldi bílar þannig að hann slekkar bara framdrifið þannig að þarna ef einhver hlusta sem á Escape eða Explorer á þessari kynslu og vill leika sér veitur prófa þetta bara overdrive tækin Við vorum alltaf á svona, foreldrar félagum við sátt svona bíl og við spóluðum ekkert eðlilega mikið á honum af því að hann er sko 70-30 náttúrulega. Já. Það er, þú veist, miklu minna framan, þannig að maður gæti alveg mökk spóla á þessu sko. Leifir þetta að þessi bílur eru annarkvort með óhundarskiptingar eða óhundarreiði. Það getur fengið á í lagi ódýr núna, það var í gegga sko. Ég veit nú bara sem er nú bara rétt hérna hjá Ford Explorer. En hann er alltaf afturhaldri eins saman hvað
takka við drá af því við tókum örygginn úr þannig að hann er bara afturhaldurinn, hann er ekki nú neitt ABS, það er enda ekki neina bremsur á framan heldur, eða aftan segi það er bara búið að blinda það og það er bara spóltík en það er á móti, ef opnar hurðina á honum horfur í sísan, sparkar í hann fóturinn fyrir inn og kemur rið út en það er það bara bíl sem við fyrir á heigunum upp í tíma sko. Nei, við hendum bílinni sem húða mína sko. Það því að sáfremið átt var ónýtt það Nei. að brotin ein spyrnufestingin að spyrnan skrúast í sáfremið aftan sást það stykki var laust það borgaði sig ekkert að laga þetta sko. Nei, alls ekki Eini vinterbíturinn minn sem ég hef hent eftir veturinn, það var Mazda 323 fjórhjóladrifin og keypti hann á félaga mínum, þá var ekki hægt að fá bremsur, það var sko handóndi bremsur það surgaði í öllu draslinu og það var ekki að fá og við vorum búin að tjekka upp í Brynborg og allt og þeir bara, nei, það er ekki það er ekki verið að framleiða í fjórhjóladrifna bílinn hann er svo óalgengur eitthvað og þannig hann var bara notaður í að leika sér og við vorum eitthvað að taka eitthvað vídeo, vorum hálka úti og snjóru og vorum að negla upp ykkur að skapla og drasl og vorum eitthvað að flippa og leika okkur og félagið minn ákveður að hlaupa yfir bílinn alltaf að vera eitthvað óksla fyndin eitthvað svona ég er að koma að sækja hann og hann alltaf að hlaupa bara svona upp hútið yfir þakið og niður nema hann tekur snapp og fyrsta sem hann gerir hann stígur á hútið hann alltaf allt í snjóundi skónum hans fyrsta sem hann gerir hann stígur á hútið flýgur niður og bara með rassin í gegnum framrúðuna bara og ég var að taka snapp inn í bílnum þannig ég náði, hans vídeo náttúrulega endaði bara í einhverju að hann misti náttúrulega bara síman en mitt vídeo endaði í því að ég sé bara raskat koma við hliðina mér inn í bílinn það var ekkert eðlilega gott og það sem betur fyrir gerðist einhvers staðar niður á Sundahöfn þannig að við skildum svo bara bílinn eftir fyrir utan hringrás heyrðum ekkert meira við fórum bara með henni í stæði þar og svo mætti ég daginn eftir og sagði þeim að það var í bíl í stæðinu sem ég ætlaði að henda þetta var ræðilegu bíl sko en hann lifði af heilan vetur sko það var svaðalegt sko bara á okkur skýta handóðnu bremsur og við veit ekki eins og hvernig hann fekk skoðun sko en þetta var geggja svona old school möstu feelingurinn sko Þetta er eins og fyrir félagið minni sem keypti hvað var það, fyrir 2 ára síðan nei, meira, örgulega 4-5 ára síðan það er fyrir COVID sko já, 5 ára síðan eitthvað við veitum nú, eitt félag okkar í Keflavík sko, hann var ekki bílakallar neitt sko hann var ekki, já, einhvern Subaru vil ekki kaupa hann ég bara, já, þá var það Legacy 2001 módel eða 2000 módel eða eitthvað beinskiptur, ekki það mikið eitthvað svona alltaf læg og ein bremsudalan var föst og pústið þá farið í sundur svona í miðjuna, það er svona hjekk skilur svona basically og við fyrir að pröfa bílinn og ég er að keyra eitthvað og já, fyrir bara ekki hraðbóka ég skal náði pening og borgum hann vildi bara 25 skall fyrir hann, bara skilíkjaldi bara þetta nefndi ekki að hann kann ekki að laga bíla við bara ok, ekki mál, tókum hann svo leiðin tilbaka þá erum við að keyra niður Hafnargötuna í Keflavík þeir sem hafa komið við í Keflavík og vita hvað Hafnargötuna er það er allt í svona træðendarinn og eitthvað dót og ég er eitthvað, þú búin að köpa bílinn? Hann bara já, viltu að ég redda þessu pústi fyrir því svo sé ekki dáglandi og eitthvað kæft það hann bara já, þá sá ég undir bílinn alltaf að fara í sundur svona þannig að afturendra pústinni fer svona niður fram og ég mökka niður göttuna maður á miklu meir en 200 hraða þetta er 30 gata sko og það virkaði ekki það var alltaf, ég var að reka sko allt í allt undirvagnin og virkaði ekki bara fólkmar, kem ég hann út hjá þessum fólk veit það sem ungu er Keflavík ég bara hefði nefnski það er ungu á planið það sem að hittast í Keflavík það er ristór plan bara við hliðina Hafnargötunni það er kantur þar sem þú getur keyrt bara að lækka niður til þess að keyra inn já ég beigi það sem hann er ekki tekið niður bara kantinn sjálfan, bara kassalegur svona eins og múrstinn þannig kantur og ég mökkaði niður á svona 70 það er 60 og það var bara skýst bílinn upp afturendin, bara flýgur upp hoppar, endar svona lendir svona, þá er bílinn svona og heyri bara pústið ég bara fuck, gef í, keyri eitthvað hringin svo heyri ég alltaf bara aftur svona eitthvað svaka kvell, hoppar bílinn aftur lendir niður, eðlilega, svo kík ég í speilin er eitthvað endagutturinn og rörið bara eins og banani bara í jóð bara miðgutturinn, bara shit, keyrum á það skottið var fast, lokað, það opnaðist ekki þannig að hann bara hopp út úr aftursætinu, náði í helvítis rörið, kastaði aftur í, brunum heim svo fórum við heim bara og í gíslunni bara helviti er þetta bremsun alltaf að festast maður og hann var ekki bara tíma pening í bremsu sko eða neitt kæft í hann þannig að við tókum bara dæluna settum væsgrip
á slönguna, hendum dælunni bara í ruslið. Fórum svo bara að keyra. Já. Svo vorum við eitthvað að spóla niður á malarplanana hjá Bakki Bíó í Keflavík. Já. Og eitt félag okkur bara, má ég prófa, bara, já, það fyrir að spóla. Og klötskík á miljón. Svo allt í hennu hættir kúplingin að virka. Ég veit ekki af hverjum bara hættir að húpla. Okay. Bara eitthvað fákæðast upp. Annarkot sprengdan hérna eitthvað, bara Kúpli stræl eða auðvitað þrællin eða pressuna eða eitthvað. Já, líklega pressuna, það heyrir svona smá svarf. Já. Svo hvarða, það flögur bara út eitthvað. Svo bara, hann og við spóluðum á hann yrli svona 2 mánuði, kúplingslausan. Heyrðum hann bara fórum í gang með startaran bara, ég finnst það ekki, botnuðum hann. Svo bara rev-match, ég ætla að gera. Já. Og svo bara þegar hann stopp bara, kemur rautt ljós, það bara stoppa á neil bara. Svo bara þegar kemur rautt ljós, snúleikil, gefi, af stað. Og við spóluðum á alla vetur og það var búið að teikna tipp á þaki með sprautukönnu, spraybrús og alls konar drass, sko. Já. Svo ringir nýma og komið vor og bílinn komin næstu á varnarstugjald og hann átt að fara í skoðun með 0 jandastaf og það komið februar eða eitthvað og hann ringir í mig bara, hörðu, hlæjandi í símanum hvað er það? Hann bara, hörðu, ég er búin að selja súbúrun. Ég bara, náður því? Hann bara, já, einhver strákur kom og borgaði fyrir hann 80 skall. Ég bara, ha? Hann bara, já, hann sagðist alltaf að gera hann upp og eitthvað, kúplingslaus, tippi sprayprintað á þakinu og þessu bílinn í haki, sko. Vanda bremsudælu með aftan og allt í haki og hann bara, já, hann sagði bara, já, bara gerðu það svo vilt vinnur bara, alltaf leið. Og hann ætlaði bara að Hann ætlaði að gera hann upp, strákunni, sko. Já. Þannig þarna fengum pjökan pening fyrir bílinn, tryggingarnar í þessa 3 mánuði og allt bensin sem veitum nánast. Þannig að þetta var heill vetur að fríu spóli. Það er endur að geða ykkur dýl, sko. Það geði ykkur dýl. Við horfðum á, hann sagði bara, horfði á strafkina, sagði bara, hann hugsaði bara, ég vorkenni svakalega fyrir að gera þetta, sko. Bara hann ætlaði að gera hann upp og Já, það var alltaf til fólk sem vill gera allt, sko. Þetta, sko, mundir þú sjá Subaru, það vantar bremsudælu í, kúplingin ónýtt, hann kúplar ekki, sko. Það er búið að mála tipp á þakinu með spraybrúsa og já, hann er bíl, hann er efni í eitthvað mint condition Subaru, sko. Kannski bara. Þetta var geggja, sko. Svo með það fólk sem er alltaf í þessu svona, eins og með krakkar í dag, eins og krakkar yngri og svona unglingar og svona vilja bara vera á þessu flottu og svona fancy bíla. Það, sko, það skemmtilegustu bílunir eru oft bara eitthvað svona hræ, sko, sem þú fær bara út í þau alveg svona. Já. En samt eins og það, ég hef aldrei tapað pening af vetrarbíl. Ég hef alltaf grætt pening. What? Ég hef alltaf komið út á plus eða jaft, aldrei tapað. Ég er ekki þannig, sko. Kannski er ég bara svo mikill böðull, ég rúst alltaf bílunum. Ekki þeirri, sko. Ég keyrði dösturinn gamla dösturinn sem ég átti fyrir 2 árum. Ég bombaði á staur þegar ég var að drifta. Ég bara fór á eBay, keypti bara stuðara í sama lit, framrætti í sama lit, ljós á einhver 50 skall og sendingar svall, bara allt glænýtt. What? Dustur. Lagaði hann sendan. Það er þetta að laga allt bara með að vera forrættur á netinu, sko. Ég er bara mjög hæpið þannig að hútið slapp. Það bygglaðist allt nefn hútið. Já. Þá var þetta bara að skiptum, veist, að því að sko ég var að spóla einhverju plan í Keflavík. Það var snjór, svo bara klaki undir. Og ég er eitthvað hýplast, ná hann hlið. Svo ætla ég bara að bremsa og snúa við, við komum út í enda á planið. Og ég er náttúrulega að bremsa og beigi og hann heldur bara áfram. Það er bara gler. Ég bara, já, þetta er ekki sniðut. Slæði af, aftur eitthvað, ég er að gera eitthvað. Nipp, hann bara fer beint. Stýri alveg í loki, bara shit maður. Ég horfði á staurinn, það var svona slow motion. Já. Svo horfði hann bara Þú sástu hann bara, hvað var ég að gera? Nei, ég bara leiðilega búið út og ég sá hútið var beint. Já. Og þetta er bara, já, þetta er alltaf þetta er ekki mjög. Svo fór ég tók pluggið út til að skemmi ekki, veist, að það kom vatnin í. Sprakk bara ljósið, brotnaði. Tók bara pluggið af, bara, ég veit ekki Já, til að hafa ekki perun í gangi. Já, það hafa ekki perun eitt í gangi. Svo bara helt að fara að spóla. Ég lendi mitt í því á E61 hjá mér og var ég að keyra fyrir sunnan, var að leiðin í bæinn og allt í einu bara svona bara eitthvað sekundu brot sem ég lendi í hana, að þá kemur allt í einu bara fugl, bara instantly upp
og ég heyri bara búm framan á bílinn, svo kem ég út og eitthvað að skoða, bara það ekkert á honum eitthvað, og svo félagi minn með mér og hann bendi svona ljósið mitt, var ekki gler á ljósinni, og ég horfði bara, já, ok, það var bara allt gleri, það var bara, þú gast ekki séð á bílnum að það væri neitt að nema að því að þú sást ekki Já, snerta bara, já, og ég fóð ekki maður og við erum að keyra heim, svo kemur bara grenjandi rigning og ég náttúrulega, þetta var að vetri til þannig að það var allt svart úti og ég hugsaði, ég get heldur ekki farið og slögt á ljósinu út af því að þá sé ég ekki neitt sko. Þannig að við keyrum heim, bara grenjandi rigning, kem heim, bara virka ljósi allt, en þá ég bara, geðveikt maður. Kem út morguninn, kveiki bílum, engin ljós, ég bara, frábært, fer og tek pluggi og sambandi, bara ekkert breytist, ég bara tíull, fer og skoða all öryggi, ekkert að þeim, ég bara, hvað er í gangi maður, og fer eitthvað að googla þetta og skoða og gera og græja, og sem betur fer að það átti, máu minn svona 530 eða 520 eða eitthvað, E60 og ég stal ljósatölvinni úr honum, bara sem var undir mælaborinu, bara heilt unit og skiptum það og þá fór ljósið mín í gang og ég eitthvað djöfusis, þá skiptum alltaf ljósatöluna, fór hann bara eitthvað, fór eBay og Smítmann og eitthvað og þá var þessi ljósatölu bara eitthvað 60.000 og ég hugsaði bara þessi fucking fugl kostaði mig 60.000 bara því að hann ákvaði að fara að fljúa þarna Plus glerið Já, pluss gleri, svo þurfti ég að kaupa annar ljós og þetta var náttúrulega sena ljós, þannig að það kostaði líka eitthvað. Þannig að það var helvítis fuglinn maður. Motherfucker maður. En heldur staurinn maður. Það fyrir mér alltaf. Seturðu gólfin í vetrageymslu þá eða? Já, ég set hann í vetrageymslu. Hvenær eru það að setja sumarbílan ykkar í geymslu? Leið og það fyrir að vera svona smá frástum morgunna. Þannig byrja gær. Nei, það er ekki búið að renda að kefla sko. Ég er að fara að setja bílum minn saman á morgun og fara að múta mappa sko, þannig það er bara svona í lok september, byrjun oktober, það er svona alltaf að byrja að kólna meira og svona spáð snjó, þannig að það fara bílan niður til geymslu. Ég held að verðtíðin hjá þeim nefnilega í oktober, þá komið með sandkassana út og sandkassana út og geima það tilbúinir sko. Og þá leið ef það er spáð hálka og einhver raki þá saltar hérna okkur sko. Við erum sko búin að vera að pæla núna, ég halda svona end of summer hitting, sem að myndi bara loka þessum lowis hittingum, sumarhittingunum maður veit ekki hvort að maður haldi eitthvað veitra hitting eða eitthvað svoleiðis, en þannig að þú mælir ekkit með að fara neitt mikið lengra heldur en bara september eða byrjun október eða ég myndi segja bara svona í lok september myndi ég halda sko. Október og þetta eftir mjög ólíka margir sem eru að kaupa geymslur svona hjólísa geymslur að gera bílna þar, þá eru þeir bílar á leiðinni bara í geymslu bara núna sko. Nei, þeir eru í lok mánaðar lok september, það er alltaf svo leiðis. Mjög margir sem gefa bílana þar í svona hjólísa og fellisa geymslur. En nú eru flest allir sko, ég veit ekki eins og hvaða dag þessi þáttur eru að koma út, en allan á föstudegi, en nú er allan einhverjir úti í Ríka að fylgjast með killa og hafa engan tíma til þess að mæta á hittinga og eitthvað, þannig að við erum örgulega dett inn í október að halda loka hitting, það er september að klárast bara núna og þannig að við værum allan tíman að dett inn í október sko. Nóvember er náttúrulega bara orðið snjór sko. Já. Þá er bara að fara að vera salt á göttum og enginn vill koma og eitthvað svo leiðis. En þá getur þessu líka alveg komið, það kemur alveg örgulega ykkur bara á vetrabíli sko. Já. Ég höldu bara á vindurbítur hitting. Akkurat. það hefur alveg verið gert og það hefur alveg verið vel mætt sko. Sérstaklega það var mjög oft í bílasangum Reykjavík, þá heldum við alltaf bara, þegar fyrsti snjóring kom, þá heldum við alltaf hitting bara, fyrsti bara snjóhitting þegar það var sko. En eins og með svona hitting sem er ekki í bænum, eins og þau heldum hann á ljósanótt, það var náttúrulega í tengingu við annan viðburð, en eins og að halda hitting sem er einhver staðar sem þú þarfst að keyra á, er það eitthvað svona sem að fælir þið frá hittingum eða? Það fer náttúrulega bara að raun og vera eftir hver er að halda hittingin og raun og vera bara hvað hann er, hversu langt þarf maður að fara. Segðarflóki bara. En segi bara við myndum halda lowis hitting á Selfossi eða Akranesi og það væri svona catch og það væri eins og við gerðum í Keflavík, pulsur í boði eða nammi eða eitthvað svona dæmi skilur, heldur þú að fólk nenni að keyra fyrir það eða heldur það að veri skemmtilega þá
það segjum að við værum með, þú veist eins og núna bíó á Akranesi og segjum að ég ætlaði bara að vera með opin skúr eða eitthvað svona að vera þá með hitting í bænum með hóbrúndu uppbyttir eða Það myndi sko, ég get alveg sagt að ég þekki nú alveg nokkar sem myndu koma og myndu fara á hitningin mm en það myndur ekkert allir gera því að það eru sumir sem eru ekkert endilega með fjármennina í það að keyra svona langt hvena sem er Já, Palli, ég held að það gengur ekki að fiska fólk til Akranes sko. Þú verður að koma þangað. Ég er búin að koma þangað til heim til þín. Já, það er góð punktur í Norröld. Ég skutti allum á limmunu uppbyttir sem að ég ekki penning fyrir bensíni. Það væri reynda geðveikt Já, þetta er Sko ég reyndar akkurat á morgun er ég að fara með limmuna upp á Akranes og hún er að fara að vera í pollinum í þrifum og meðan ég er úti af því að við höfum talað að við vitum ekki hversu margir eru búinir að fá það inn í sér limmu á gólfið eða eitthvað, maður var að þrífa þetta Þetta segir mér að mæta ekki að það inn í bílum með blacklight ekki fyrir en hann er búin í þrifum hann verður djúprinsaður alveg í bak og fyrir sko. Já, við erum búin að setja svona sóttrinsi sprengjur inn í hann, svona X-mist sprengjur sko. Það eru búin að fara svona 5-6 svoleiðis bombur inn í hann sko, til þess að þrífa hann en hann verður tekinn þegar við komum heim frá Ríka þá verður hann tekinn og skveraður þannig að hver veit nema ég mæti honum á end of summer hitting er hann ekki afturdrifin? Það var náttúrulega geðveikt hann er afturdrifin sko, hann er líka með krók hann ég geti haft driftbílinn aftan í Hvað er það þá langt? Ég veit það ekki þetta er svo Er hann yngri en pikkin? Jú Nei, hann er bara svipar á pikkin þetta er stuttalimann sko þetta er ekki Er þetta stöður Lincoln? Já, Lincoln Tangar Já. Þetta er ekki langa sko þannig að hún er örugglega bara svipað á 350 fordin á lengd sko Er það bara fake limo? Nei ekki láta þetta hljóma eins og þetta sé eitthvað klámyndaserja þeirna fake limo Hvernig heldur fólk að við sem að kaupa þannig heyrnatól og nýtt borð að Mílan Það kostar eitthvað pening, sko. útgerð á fake limo Já Þetta er hérna uppgjöf allt sko Já algjörlega sko Þú gefur lögfræðinga? Ég Ég þarf að halda sko En síðan alltaf eru líka alveg til eins og Hummerlimmu síðan Láa Hún er fáránlega löng en það er líka beigirótti sem hún er ekki góð Nei. En eins og að geðast verið inn í henni sko Já, ég veit aldrei skilið Hummerlimmu Mér finnst hann ekki lúkka Tánkar er svona, ok Þetta er limo, það lúkkar þannig Þegar maður hugsa bara um limmu síðan þá hugsa maður bara um Lincoln Tangar Það er svona Já, eða Benz eða eitthvað svoleiðis. Það er bara svona sem er í öllum bíómyndum og öllum þættum og allt það er bara svona sem hausum mann sver í En mér finnst alveg svona flott eins og með Hummerin Mér finnst alveg flott En mér myndi finnst það skemmtilega ef hann væri fjörhjóldur Já En hverjum, nokkur að vita hverjum datt í huga á sínum tíma Bara já, tökum Hummer, klífum hann í tvent og gerum hann limo West Coast Customs Voru það þeir sem byrjuði á því? Já, ok eitthvað svoleiðis en það er sko ég man allan að hann er náttúrulega blár núna Hummerinn og hérna Hann er ekki gulur á sínum tíma jú hann var gul þá náttúrulega lúkka hann bara svo strætó sko Já, ég man eftir að það var gulur Það eru búin að vera 3 Hummerlimmusíur í Íslandi já það Ég er veist bara svoleiðis limo að ég Það bara voru- hvita svart Það voru 2 hvítar og 1 gul Eitt af hvítu var minni með selt út og þessi bláa hún var á tímabili hvít já hún er nýmáluð sko Já, ég veit það nýlega máluð Ég var þekki aðalann sem er skráður fyrir bílnum og ég Já. var með hann þegar stóð hann á hliðinu og ég gerði úr lítið bara horfði hann þegar þú voru að sprauta hann já þetta er sama og er með klubbus núna þegar Þetta er sömu aðalanir Þau eiga bara ekki limur að vera bara svartir að hvítir Það er ekki bara eina vit hann er samt alveg cool blár hann er alveg með svona hann er svona dökk kongablár einhvern veginn hann er alveg cool ok. sko Þetta er geðugur litur líka þegar þú skoðar hann alveg þetta er ótrúlega fallegu litur sko Já En það er líka bara gaman að vera öðruvísi okkur er bara að vera basic og vera eitthvað svartur og hvítur verður bara eitthvað öðruvísi Já, ég hef ekki að mála því sko ég var að pæli hvort ég ætti að mála limmuna í sama lit og driftbílinn en ég held að hún veri bara flottari svört sko Nei, gerð hann að neonbleika Neonbleika, ég er að segja það er múið hún verið hann að teki eftir henni þannig sko Já, þá var hún örgulega mert sem bara hvað hefur að segja, Bonnie Blue limousían Það er svona einlega hitt sem útskýra Ertu með það að huga frá því gerðkvöldi það? Eftir hvað við erum að tala hérna inn í skurnum, já Palli var ekki við Er hann ennþá með þetta? þetta er, sýndu þetta í kameru Þú verður að sýndi líka þetta
Norvel, sem verður að segja okkur eitt. Er hann svona stór í alvörunni eða? Þú sér það bara. Nei, Hann liggur niður skálminn, hann tökkaður hún í svo. Já, ég sé það. þú veist, hann hringir dýrabildur með þetta, sko. Bara landi, sko. Hendur honum yfir öxluna þegar hann fer að keyra. Þú sé ekkert fyrir honum. Líkaði sko. En ef hún væri svona bleik, þá væri Mílan allan að komin með, viðskiptahugmyndina sína í fake limo. Já. Já, nei, betur, hvernig er hún lit? Bonnie Blue, þarna, sendibillin er blár. Já. Já. Okkur, veist þú það bara? Já, þú segir það við okkur. Svo er hann ekkert hissa hvernig ég veit það. Vá, takk. Hummerinn var þannig. Þeir eru að gera hummerinn. Ég sá það bara á Instagram, sko. Bunny Blue Hummer. Já, kannski er hann komin til þess. Nei, en þeir voru alltaf með hérna Æslim og voru alltaf með hummer, hvíta þarna. Já. Er það sami hummer? Ég mann það reyndir ekki. Ég held að þeir séu. Er ekki Æslim og komin bara í eitthvað V-klass og S-klass bennins að búið? Jú, Þeir eru orðinir eitthvað svona professional. það eru bara eru líka bara þeir eru skuggalega mikið að gera í þeim sko. Alveg eins og á Sigga Deluxe. Mér finnst það svo ógíslega leiðilegt að það sé banna þarna að vera með topplúgur á þessum bílum. Nú er allt svona glerdóm og það má ekki vera með topplúgu. Já, það má ekki standa upp úr topplúgunni, þannig að það hefur ekki séð limmuna, það er með svona glerring eða svona, Nei, ekki það. svona eins og hjálmurinn og bóðsa ljósar á þakinu. Getur maður ekki verið með einhverja mellur topplisar út topplúðan lengur? Það er kjaftaði það. Það er bannað. Það er eina point að vera með limó. Það má ekkert í dag, sko. Nei, það má Það ekki er hundleðileg lengur. Það má ekki. Þetta er, Það er örugglega eitt ástæðan okkur að þetta var bannaverða því að röðurleikur er blindfullur aðili sem voru örugglega bara að klifra upp á þakki á bílum. Það er bara góð saga. Góð saga. Þakka til að hann dættur á bílum. Ef þú fyrir að banna allt, meina, ef fólk vantar eitthvað í hausnum, þá er það bara þannig, sko. Við getum ekki sagt, við getum ekki búið í einhverja búblu þar sem allt er bannað. Já, reyndar. Þetta er breytast þannig, sko. Það má ekki hitta, má ekki þetta. Nei, það má ekki neitt í dag, sko. En Palli, þín er ekki ný, þú getur bara gert topplúgu. já, það má ekki vera með topplúgu. Þannig að Við þekkjum fólk fyrir skoðan, ég veit því. Við getum rettað. Við getum rettað, Við rettum þessu maður. minni með speil í þakinu, svaka kúl og situr inn í honum og þá horfir á sjálfa þig. Við græjum bara svona topplúgu, svona 80s topplúgu. Svona Já, geðvikt. Við Er það ekki að býða? Svo setur við hlera, orðvél bara. setur bara svona hlera sem að opnast bara upp svona eins og golfhleri, skilur við. Já, og fer bara í bík og fæ bara hurðar að mér. Já. Hurðar að mér og svo hengilás. Það virkar. Ég er bara að gera sama Cletus McFarlane gera með limóðu sín út í Bandaríkjunum. Setja Big Block með blásar hún Það er enda geðið. Það er kannski betur en taflúða. Sko það var þurft að skera það gatið það ekki á hann til þess að ná mótornum í bílinn. En hins vegar hversu vilt þú setja hausinn út af sem að Big Block er beint fyrir neðan eða? Góð saga. Já. Það fer þetta hversu seint á kvöldunum maður er komin. Sko Mér var sendt vídeo daginn á Instagram þar sem að var nákvæmlega eins Lincoln Town Car limo á mínum að hvít í ringdorgi á bullandi hlið og það bara sendt bara fulla ferð, þetta er bara let's go. Já, ég er líka búin að sjá vídeo af Lincoln Town Car með búin að setja held ég LK9 og neðan og setja 2 turbinur út í hútu á honum, þetta er geðveikt, þetta er 1500 hestöfl. Tilgangur er nákvæmlega engin. Nei. En þetta er bara gaman. Þú er ekki 8 silindra mótor í þínum? Jú, það er 8 silindra. Hvað 4-7 eða? Já, með minna 5 lítur. Nei, þetta er ekki 4-6. 4-6, já. Já, Explorer mótor. Þetta er samóður í öllum helvítis Cherokee-ónum og því. Já, Cherokee, það er ekki Explorer. Nei, þetta er samaður Explorer og sama var sett í suma Mustanga og eitthvað svo leiðis. Þetta er náttúrulega bara Ford í sparifötum, sko. Já, þetta er Ford Taurus eða eitthvað. Já, Lincoln er bara Ford í sparifötum, sko. Ég er svo lítið í 90 ameríska, sko. Félagið minn, eina sem ég veit er að félagið minn sagði að það væri allt til í þetta drastlirinn og Rock Auto, þannig ég þarf að fara að kíkja á það. Pældi, þú keftir annan Ford á þess að vita því. Já, pældi því maður. Það, sko, ég á bara eitt, sko. Ég gerði minnstugur einu sinni, ég kaupa ekki annan Ford. Já, 3. Sko, það er hægt að segja að Ég tók eitt Ford upp í eitt bíl sem ég seldi daginn. Þannig að ég gerði mestu minnst ekki heimi. Á 3, sko. Já, Ford Focus með blöðreim núna. Hæ?
Lærður ekki það sem ég sagði þér Það Nei, er eftir bíl ég- heimi sko Þetta er hræðilegt. Og er hann sjálfskyldur í þokkabót Nei, hann er bílskyldur. Ok, Aðeins skora. það er svona versta sem Ford hefur framleitt Það er blöð reym og power skipting Það er bara handónýtt Já, það er handónið, sko. En það veist að, þú veist, hann væri örgulega seljanlegri ef hann væri sjálfskiptur samt út af því að þetta er bara svona soccer mom bíl, skiljur og það er nenni ekkert að skipta um gíra. Já, en Ekki frekar en Ég skal breki, bara- hann er bara á sjálfskipti. ég hef selt svona bíl fyrir vinnufélaginu sinni Það er mjög erfitt að selja þessi bíla Því það vita orðið allir með þennan mótor Þannig Já. að ég veit ekki hvað það að gera sko Minn er búin að vera á bílasölunni frekar lengi. Og áttu þeir bara að heyri í mig áringur sem skipti sko Ég hef sagt þið bara að hluga burtu Ég viss alveg að ég ætti ekki að gera sér skipti, það var ekki málið, sko. Ég var bara að reyna að losa manneskjuna við bílinn. Já Það var eiginlega svolítið þannig, sko. Þannig að hérna... þú veist, þetta er frábær bíl, ef ykkur vandar hennar bíl, þá... Toppstandi Góð skilbók Alveg indislegur. Já, það er Ný skoðu þannig að hann er bara í toppstandi Það reyndar sko, já hann er skoðaður og það er smurbók frá upphafi þannig að þú veist það er búið að fara vel með hennar bíl, ég segi það ekki en fólk er bara hætt við þetta. En sko, þetta blauta reymar eru ekki allsnæmar Nei, það Veistu er ekki hvað það er allslæmar. En það eru heldur ekkert eitthvað vorulega góðar. Heyrðu, við erum að selja bíli núna, nei, tjók Við Það er erum ekki að næs. fá hann á sérstöku verði fyrir ykkur, bara fyrir ykkur. þetta er svo heimskulegt þetta dæmis. Á hvað bílisum er hann? Hann bílasölu Íslands, eina bílasalan sem þið eiga að vesla við. En ef fólk mætir það núna og segir bara að þið hlusta á Shit Happens sína að þið séu að follow okkur á YouTube eða hérna á Spotify fá þér afslátt það Já, Já, segir ég segi það bara. Já, Talið við Special price for you my friend Talið við Inga eða Rúnar eða hann hérna fuck, okkur er datt út um mér hvað hann heitir. Hann heitir G eitthvað, Garðar. Annar Nei, með bíddu. sponsinn Þannig að færa hann símtala á morgun á Palli bara hefur Já, ég tala aldrei við- þessi styrkur sem eru með við skulum kannski við þurfum að minka hann örlítið. skoða hann aðeins Þröstur ég var að hugsa að hann var Gestsson sko. Er Þröstur, þetta Rúnar? þetta er Rúnar hérna. Já, hann er alltaf með ykkur Ég bara, hver er þetta? Þetta er pappas kela. Nei, Jú, Hann er ekkert líkur hún, sko. ég var bara, ha? hann er náttúrulega ekki Jú, pínu Hann náttúrulega keifti kela bara. Nei, The Asian Driver. Flutan inn hann, hérna, það var einhver sem spurði hann á bílatum, þá saði einhver við Rúnar hérna, byrju, ert þú pappas kela? Ég held þú verið pappas palla. Hann sagði, nei, ég keifti þennan. Þetta gæði Það er ógislega gott sko. Þá veit ég hvar Keli fær flippur hérna sína Já, akkurat hann er helviti flipaði. Rúnar, Mr. Rúnar, þið finnið hann á Bílasölu Íslands, hann gefur ykkur mjög gott verðið á þessum Ford sko, ég er alveg viss um það. Já, segið bara að þið séu að fylgjast með podcastið og eru die hard ADHD fans ADHD Racing og þá bara Þá slæra hann af svona hund Þá ringir hann ekki sinni í mig þegar hann slæra af verðinu sko, hann bara ringir í mig eftir og segir, herri, ég seldi hann út í það. Ég hef seldi hann, hvað mikið, skílagjaldi? bara, já, sætt Bara, ég myndi bara draga þetta af Lokahófs ADHD hérna, bílasölu kostnaðinu. Já, tekur þetta bara í næsta styrk, næsta útlutur Þetta er bara gaman Nei, þetta er alltaf gaman. En þið hérna að því við duttum inn á kela aftur þá verðum við að segja það að hérna að fyrir þá sem er að fylgjast með honum að núti að ef hann skemmir ekki bílinn út í Ríka að þá er búið að borga keppnisgjöld hérna helgina eftir Ríka líka. Hvað, Hungari? Já, í Ungverlandi? Ungverlandi. Við fer þá Hungry Racing líka á Hungari Hungry Racing í Hungary Ég veit ekki hvort það fyrir að fara ánga sko. Það var ekki ekki Ég get ekki eins og ég sagt Bara það nafnið Hvernig myndir þú halda að þetta sé sagt? Magyar Nagiti Drift Magyar Nagiti. Já. Ég náttúrulega frá landinu sem er rétt fyrir neðan þetta Já. Þú alltaf ert innflytjandi alveg rétt. Nei, ég var fórbandaður, ég fætti ekki Fórbandaður. Mér var fórskáður, ég kom hingað það eru Þú ert fórbandað með 9 mánuða fresti eða? Ég var innflutur bara sem sæði Nú, já. Það er crazy. Þannig að helgina 4. og 5. október er drift hérna keppni í Ríka og 11. og 12. þá er í Ungverjalandi
ef hann kemst á, ef hann Já, skemmir ekki bílinn. já, En fyrir þá sem að vita ekki að þá er þetta 45 keppindur út í Ríka, bara 32 komast áfram, þannig að markmiðið hans kela er bara að kvalja og komast inn í keppnina almennilega já. og þetta ekki bara beint þar út. En Norvel, tölum talandum Íslendinga að keppa í drift úti. Ég sá eitthvað á Instagram í dag. Hvað heitir hvað heitir hann? Ég þekki hann ekki, en ég veit hvað þetta er. Já, þetta. Já, Benni Benedikt Sigurðsson. Benedikt Magni Sigurðsson, hann er í liðinu hjá honum Kuba út í Pólandi, tím Red Bull, Ekki. og hann, já Przygonski. sumir vita hver hann er með bara út á Instagram, það er peng.unknown og hann er náttúrulega búin að vera í GT Akademínu svolítið mikið að drifta þar og með Norvel og þeir eru búin að vera, hann er búin að vera hann í liðinu með Kuba út í Pólandi og þeir voru að smíða eitthvað bíl hann núna. Hann er ekki að vinna fyrir hann eitthvað sem spotter eða? Jú, hann er spotter hjá þeim. En þarna er hann hvað? Þarna er hann eitthvað wildcard? Í hvað keppni er þetta? Hann er semst að fara að keyra? Þetta er sama keppni og þú veist, núna er búinn basically þegar þetta podcast kemur út en hann var semst að keyra núna þá í Póllandskeppninni, fyrstu keppninni sem Keli keyrir í. Þannig hann er að fara að keyra með Kela í rauninni á sama keppni? Já, nema hann er í hærri flokk. Já, skil, en samt Þetta er sama keppni sko. Það er enda snilt, þannig við verðum með 2 Íslendinga. Þrjá, ef að Fabian náttúrulega er ennþá undir íslensku nafni eða íslenska fánanum. En er hann að keppa í Ríka? Nei, þetta er í Pólandi. Já, þannig það eru 3 Íslendingar. Já, þetta er Poznan keppnin. Þannig það eru 3 Íslendingar að fara að keppa. Ó, já, Fabian, já, en ég er búin að talaði við Tómas og þeir eru að fara út að reyna að gera allt til að geta lagan. Þannig að ef að, þú veist, sorry að þetta podcast kemur ekki strax út, að ef að það kemur út. Já, ekki. Viltu frekar gera það að það kemur út núna? Jú. Já, við getum gert það. Okay. Þá eru þið ekki að fara að hitta núna á Ríkakeppnina, þá er Póllandskeppnin að byrja núna, þannig að allt er að gerast. Já, það er á morgun, basically. Bara núna helgina. Já, basically bara núna helgina, sko. Þá væri keppnin og þá erum við, ef við hendum út podcastinu bara strax núna, þá erum við að fara að horfa á Benedikt Magni, Benny Tæ, yfirleitt kallaður. Já. Og og síðan Keli Kisa. Vonandi Fabian. Þannig að stefnir í vonandi þrír bílar með íslenska fána. Það verður geggjað bara allt í hennu, basically. Sem er geggjað. Benni er að fara að keyra á Toyota GR 86 950 hestaflek vikið, þannig að það verður gaman að sjá það. Hann er beint í bara FD spec, basically. Sæll. Hann er þá með Fabian í flokkið, ekki? Jú. Þannig að það verður geggjað að sjá þá 2 bangers. Þeir eru í pró, já. Keli verður í semi-pro. En víst að þú verður þarna og við fáum ekki að fara. Ég fæ ekki að fara og flestir aðrir munu ekki að fara. Veistu hvað það setja að horfa þetta einhvers þar? Er þetta ekki að pay-per-view eða? Ég veit ekki hvort að Poznan-keppnin er live. Yfirleitt er hún live. Hvað, á YouTube? Ok, hún er live. Já, YouTube. Bara frýtt. Ríka-keppnin. Já, við setjum hérna í linkin. Ég veit ekki hvernig Ríka-keppnin er. En fylgist þið allara með inn á Instagram, Keli Kisa og ADHD Racing. En er ekki Formula Drift á YouTube líka? Nei. Þannig að Formula Drift á YouTube það hlýtur að vera líka. Ríkakeppnin verður pottitt send út, það er heimsmeistarkeppni sko. Ég veit ekki hvernig þessi Ungverjalandskeppni er sko, eftir það. En við þurfum bara að sjá til, þú veist, það er búið að skrá hann í hérna og borga gjöld, en við veitum ekkert hvað gerist. Hann mögulega neglir út í vegg eða eitthvað á Ríka og rústa bílnum og maður veit ekki neitt. Keli er aldrei í því að eyðileggja bílinn sinn. Nei. En er hann ekki bakkar með Sagan Spáns þegar bara að kaupa hann bíl? Skiljum bara við áfram eftir partan bara þetta úti, henda allt í gám og kaupa bara nýja skél bara úti og hendur lifir. Nei, bara nýjan bílmaður. Hvað? Já. Bara turnkey drift car. En bara setja olíu á hann og bensin og setja í gang. En það var ósk Kela þá byrði ég ykkur allan að followa Keli Kisa á Instagram því
því að því meira sem hann er með af fylgjendum, því meira er hægt að koma hann inn í einhverju keppnir þegar hann sýnir að hann sé alvöru driver. Já. En hann sendi mér hérna orðrétt með drift Magyar, hvernig segir þetta? Magyar Nagidi. Já, hann sendi mér hérna orðrétt. Hvað er þetta? Þetta er confirmed, þetta er í Ungverjalandi. Nei, hvað er Ungverjalandi? Maria Pox. Þetta er ekki á Íslandi bara. Er það Hungaroring eða? Formúlukeppninu? Nei. Stendur eitthvað ringana? Hvar? Oktober 11-12 Rabox ring. Já, ok. Ok. Við hérna Pro 2 Street. hann sendi mér orðrétt hér, þetta er líka confirmed helgin eftir Ríka ef að bílinn endar ekki í köku eftir Ríka. Og Já, þetta er quote. Þetta er beint úr Messenger. þetta er Bara beint út á lulni, sko. þetta er bara beint frá honum, þannig að hérna, en já, það er bara ok, ef að Norvill ætlar að vera svo góður að klippa þetta svona rosalega rætt, og þá erum við bara að tala um það eru bara 3 helgar í röð af fjöri núna Já. á keppnum, og það er þá Pólland, Ríka, Ungverjaland, mögulega Ungverjaland. Vonandi. En þú hefur ekkit ætlað að skella þér út að horfa okkur keppnir eða? Ég horf ekki út núna, en ég er öll líkitum að fara eitthvað út á gatabíla næst ári. Ok, hefurðu farið? Ætlar ekki Ég með hef ekki okkur? farið. Ætlar ekki með okkur? Þýskaland? Já. Það er hugmynd. Pælingin okkar ef allt gengur upp, sko. En það verður mjög skemmtilegt. Pælingin okkar ef allt gengur upp er að fara út og reyna að vera út á meðan gatibílar Já. og keyra þá til gatibíl og vera allir á bílun okkar þar. Þá get ég sínt þessum hvíta Fordana sem þú sá senast. Hvað flottu Ford lítur út, eins og ekki sábíl. Já, síðan líka er alveg komin hugmyndir á mér og nokkur félagum að fara líka að keyra út, keyra til Svíþjóðar og vera partur af hlut sem heitir Street Week Sweden. Já. Það er Bogga var. Já, sem Bogga og Viktor. Viktor var í. Það er þetta geðið, sko. Það er geðvitt. Þetta er ekki mál, við bara förum út Nürburgring, tökum hérna Alpanaga, förum svo á gatibíl Street Week Sweden, svo heim. Og þú, hérna, Ætlar þú að borga fyrir það alltaf? nei sko, Við förum bara þetta saman. bara í fyrsta lagi Getur ekki bíl að hlusta spása eða eitthvað? fyrsta lagi að hlusta á Mílan segja þetta núna þegar það er eina sem hann segir þegar við erum að tala um eitthvað svona er bara, ég er að vinna, ég fæ ekki frí Ekki núna, Já, en svo næstu þú ertu bara að tala um hérna, við ætlum að vera 1,5 mánuð í burtu, bara keyrum allt í Já, Evrópu. já. Það er komið nýtt tímabil þá. Ég tek bara svo árið það. Já, ok. Núna get ég ekki tekið það. Næstu sumar. Æ, Sákar að veturinn er bara fyrir að spara pening fyrir sumarinn, sko. Já, veturinn er náttúrulega bara að byrja núna. Það er nóg tíma að spara, sko. Við finnum eitthvað plan. Ég er bara alltaf verið duglegur að spara. Ég bara veit að þessi vetur verður mjög dýr fyrir mig. Ég er að kaupa, mögulega vonandi að kaupa bíl og vonandi að kaupa íbúð líka og iðnaðarvél líka. Þannig að þetta verður mjög dýr vetur, sko. Sælir. Þú verður bara að finna peningi byrja þess að það er einhver staðar og við þurfum að horfa út. Ég hef bara ekki sóluver. Já, hann alltaf er bara money tree, sko. Já, hann er með svona infinite money glitch. Já. Hann keipti rétt að businessi í Getty Online. Já, Bara í ekta, Ég er að segja. online, sko. Já, það er akkurat svo leiðis. Já, nei, við finnum eitthvað, sko. Þið verðið út að drifta, við mætum bara á okkar hatchbackum sem get ekki driftað á. Auðvitað. En hérna, nú segir Street Week Sweden. Það var spá horfa bara eða Eins og staðan er ég að pæla bara að horfa. sko, það var Íslandsmeistari sem satt í samanstól og þú hérna, Ankeli, sem er núna að keppa úti. Þú ert Íslandsmeistari í öðrum motorsporti. Það er nú bara að pressa að fara út að keppa. Ég veit það. Þannig að ég vil sjá golfinni í Sanda Bótt næstan. Hann kvótaði í fréttunum að Íslendingar væri til, þannig að það er eiginlega svona smá svona pressa á því. Já. Já, ég fyrir hérna, hvað heitir tæmatakki á gatabíl? Er það ekki super, eitthvað? Nei, super. Extreme Race, þannig að Extreme Race og ég mæti þarna hornin bara. Já. Við verðum alveg aftastur, sko, en það er alltaf leið. Það er gaman. Spreng móturinn þar og... Þú verður ekkit aftastur, bílarnir hringa þig. Þú getur verið bara... Já, það er rétt. Herðu, ég tap aldrei. Nei, Ég bara klára að setja. Þú verður fremstur í smá stund. Já, þú verður fremstur í smástund þangað til hann fyrir fram. Það er öðrulega einhver út úr klappaður Volvo sem þetta er sundur sem er þarna líka, þannig ég vil lóta mikið hann. Já, jú. Það sé ekki inn á braut. Í svona opnadæminu, sko, en svo náttúrulega eru líka hann einhverjir svaðalegi bílar, sko. Já, það eru alltaf reisbílar, sko. Það var einhver Ívu sem maður sá ekki einu sinni, við þurftum bara að fara upp á hann og lesa á skiltið, sko, því hann var svo breyttur og við bara höfum ekki hugmynd hvað þetta var, sko. Já, svona time attack. Það var líka Porsche Le Mans bíl á það.
algjör, það er mikið Porsche manna, Porsche er náttúrulega með skúrana og eru með svona Þeir ekki róði í fortin En síðan líka veit ég það líka bara því þekki mannsvík sem býr út í Noregi og er með ekki í bílunum það er ekkert voðalega dýrt að eiga svona bara þetta bíl út í Noregi en hins vegar, ef þú stoppaður og sagtur út í Noregi guð minn góð það er dýrt Já, en það líka mátti ekki vera með þetta ef þetta ekki bara eins og í Þýskalandi þú mátt bara, ef þú setur öðruvísi dekkjastæð þá er þetta steiktur öðruvísi felgur, öðruvísi dekk og eitthvað svona Við tölum við einmitt eitt þegar vorum úti núna í sumar vorum á leiðinni frá Ultras til Nürburgring og hittum við á bensinstöð hérna follow okkur á Instagram, ég man ekki hvað hann heitir hérna Oliver þjóðveri og hann var á einhverjum X5 með hérna þetta var E36 Cabrio hvítur alveg slammar var hann á Ultras sko fórum ekki að spjalla við hann og spurði hann út í það, hvernig virkar þetta hann sagði bara, ef þú veist, þú átt alltaf að kerum með TUV, þetta er skoðunarstöðin þeirra sko, þetta er TUV TUV, já, og ef þú ert búin að setja læknagorma, þú ert búin að setja öðruvísi felgur, öðruvísi dekk, whatever, þú verður að vera með skriflegt samþykki frá TUV, að þú ert með þetta skráð hann sagði meiri segja, ef þú ert ekki með það, þú steiktur sko en hann sagði meiri segja út með þetta hann sagði, ef þú lendir eitthvað tregan gæja sko, tregan löggu þá getur þið samt lendi í vesinni þó þú ert með þetta pappir og allt sko þannig þeir eru, ég held að það sé svipað í Noregi sko. En það er líka það eins og ef við förum núna í þannig að sumar að fara út með bílana, út að keyra þá þurfum við að fara í skoðun og það þurfum að skoða allt miklu meira heldur en að gera á Íslandi þess að við megum keyra úti sko. Nei, sko, við spurðum hann allavega, hann sagði sko að þið erum á erlendu númerum og komum utanfrá ef við getum sanna að við séum með skoðun frá okkar heimlandi sem er bara skoðunarblæðið þá tæknilega séð nema út komin eitthvað öfgar camber svona eða pústu fyrir ofan þakið eða spoiler sem er breiðar en bílinn eins og fannar kannski en já, það er ekki göttubíl ef ég á Íslandi en hérna hann sagðist, eins og ég og þú hann sagði, ef með skoðun frá okkar landi þá getur ég gert neitt sko Já, síðan er skemmtilegt, ég bara man ekki hvað pappirinn er pústkerfið sem er undir gólfinu hjá mér það er tuðvottað Pústkerfið mitt er tuð, en ekki dampæpið Já, sko, ég er með high-flow kvarðakvot í dampæpinu mínu sko. Já, ég er með Þannig að líka borga, ég hef nógu helviti mikið fyrir þetta púst það er eins gott að þetta standist aðra Já, en sko, málið er eins og hann útskýr fyrir okkur hann sagði sko að þeir geta volið gert að þeir eru bílnir eru skráður ekki í Þýskalandi og ef þeir eru ekki það sem segi, eins og Bretanir sem voru fyrir 2 árum sem fengu allir bílunum voru tegna að þeim þá voru þeir með camber bara svona þú veist, ok, þá var þetta bara byggðum vandamál auðvitað en þegar hann sagði sko vennilega bíla eins og okkar þetta er bara vennilega bíla skilur þeir eru ekki fara að pæli nefnum að haga eins og hóti sko þeir tölu líka það þeir eru voru að fara út á gatibíl þú veist, eins og Aron Gísla Alem og þessir sem voru að fara út fannar þeir þú veist, faktísk ég gætir alveg kýrt á göttunum úti fattur að því þeir eru með númer og eru göttskráðir en þeir eru bara ekki að gera það til að augra þeim skilur þú veist, að því það er þú ert bara viljandi að skapa vesen þegar bílarnir eru bókstaflega kólólegir þar en eru á númerum þú veist, það ertu svona viljandi að augra þeim sko Já, ég veist, það er ekki að bera þarna Golfin hans eða Fortum inn og driftbílar sko við erum bara góðir sko Það var einmitt einn sem var á hvort hann var á held í 7 E32 eða eitthvað bara með loftbúafjörun og eitthvað svaka fælgur með búin að setja M60 í hann og eitthvað og hann var að segja okkur sko alltaf þegar hann að keyra í vinnuna og þá er í Noregi þá var svolítið mikið nota svona toll eða löggan stoppa bara alla og skoða bílana og hann sagði sko bara ef ég sé þá tek ég bara uppi á staðinum út af því að þú veist þeir eru aldrei að fara samþykja hvernig bílinn hjá mér þú veist það er bara pústið er svona og þetta og villurs mótor og eitthvað og hvernig fær hann á skoðun eða hvernig virkar það? Ég veit ekki, þeir klippa held ég bara ánum eða hvort hann fæði sekt eða eitthvað ég veit ekki alveg hvernig það virkar sko en hann sagði að hann hefur nokkru sem bara ringt í yfirmannin sinni og sagt herru ég er að taka miklu lengri leið í vinnuna ég verð seinna út af því að þeir eru hérna að stoppa alla bílana og skoða hann bara já ég skil hann bara þetta er legit afsökun út af því að hann bara sagði ég get ekki keyrt í vinnuna ef þeir stoppa mig út af því að bílinn minn er breyttur En hvernig fær hann þá bara skoðun að fer einu sinni á hann í skoðun þú veist, en þá bara breyta allt tilbaka eða þekkir hann mann eins og við hann sagði okkur það hann hérna það sleppur með loftbúðun ef hann setur hann í rétta stöðu en hann þarf að setja hann orginal felgurnar og eitthvað ég veit ekki hvernig það er með mótorinn sko en hann var eitthvað að tala að þetta væri þvílíkt vesen að fá skoðun sko Já, ég veit að Þjóðverinn sko vill, ef þú breytir mótor þá það setja
svo brake booster, alla tölfur, allt basically mekanist nánast í vélasalnum sem kom með þennan mótor þarf að vera úr þeim bíls, skilur og þú mátt ekki taka, þú mættir aldrei setja til dæmis LS í Míötu þar bílinn, mótorinn verður að vera nýrri og með betri skárri mengunarstaðla heldur en mótorinn sem kom orginal bílum. Þetta er eitthvað svona kjaftaði. Það var að horfa á JP, þetta er stór youtuber í Þýskalandi. Ég sé að Þjóðverinn mjög mikið, hann fer bara eftir reglunum, hann fer bara svona reglan, þeir eru bara að fara eftir bókinni. Það bara nánast komið í öfgan annars, sko. Ef þú setur 2.25, 40.18 og bílinn segir hann á 2.15, 45.18 eða eitthvað. Það er bara, við komumst upp með það þegar við erum ælundur númurum. Þeir geta volið gert, sko. En þú veist, ef þú ert á þýskunúmerum eða Þjóðveri, þá ef ég verið á þýskunúmerum núna, bílinn minn skráður að vera 18 tómi á 2.25, 40.18. Ég á 19 tómi, ég á 2.35, 35, 19. Þjóðverinn verið brjálaður út af mér. Bara straight to jail. Já, bara algjörlega bara eina hendurna mínar. Þetta er líka eins og Spáni. Þetta fórðið mín eiga bíl út á Spáni. C-Class Benz. Og dekkin eru að vera búin. Og við stoppum á svona dekkinastæði bara hana. Og ég fer hann inn og hann er svolítið lár. Það er mikið hraðendrum og svona og pappi náttúrulega, hann sér ekki alltaf hraðendurinn, hann pælir ekki því. Og kantan er líka ógeðslega háið þegar hann leggja á bílastæði og svona. Og ég bara, kannski fínt að fá einum prófíl herra. Það var hann á 2.15, 55, 16 eða eitthvað. Ég spá bara 2.15, 60, 16, aðeins herra. Bara líft aðeins upp. Og ég fór og spurði út í það, hvað verði ég? Hann sagði, já, hvað er bílnúmerið? Ég bara, bílnúmerið. Og já, ég má ekki selja þessi dekk. Ég bara, ekki? Já, bara samkvæmt skráningaskírteinni hérna í tölvunni þá er þessi stærð ekki viðurkennd fyrir þennan bíl. Og ég bara, okkur ekki? Og já, þú fengir aldrei skoður með þessi dekk. Ég bara, hvað? Já, þetta er farlegt. Þetta var. Þannig að eins og hann sagðist ég get selt þetta dekkin en ég má ekki setja dekkin undir bílinn. Þú verður að finna einhvern annan til þessu umfylgja fyrir þig. Þetta er bara svona í Evrópu, sambandi. En það er líka með ég man ekki hvað þetta sé út í Noregi og Svíþjóð þar, en það er allavega á Spáni veit ég að ef þú ert að mótorsvapa bíl þá máttu bara setja mótor í honum sem að kemur í þannig body, þannig að segjum þú veist að þú varst með þú veist E36 Compact þá sleppur það að setja M50 B25 onni að því hann kom í E36. Já, bara OEM. Já, að því þetta er bara OEM mótor úr þessum bíl í þessum árgerðum en það kannski skiptir ekki máli hvort hann sé touring eða sedan eða compact þó að compactin hafi ekki komið 2.5 en þú veist, þú getur aldrei farið að setja 2JC eða eitthvað onni, þú veist, löglega onni E36 allavega út í Spáni sko, því að það er ekki mótor sem kemur OEM í þannig bíl. Já, þá komum við ísningar út með klepti á bíluna og geti ég gert neitt. Það er bara búin að gera hellingar svoppum heima, bæði fannar með LS í porsunum sínum sín er alltaf E46 M3 fyrir norðan með 2 og gera hellingar svoppum. Það má, sko, ef við byrjum okkur saman með Evrópu það kemur að breytingum fyrir bíla, það má allt hérna það má nánast allt hérna sko, ég og Pálmar enda sagði mér eitt, Pálmar sem er á 2 ES200 bíl að stendur í lögunum að pústkerfi bíls má ekki fara yfir ákveðnar decibel, það var eitthvað 95 svona pluss mínus 2 eitthvað, hann máttu ekki fara mikið yfir 98 minnum eða eitthvað svona en lögreglan, hún fyrir aldrei eftir því. Lögreglan getur ekki mælti og við getur bara að sendi búin skoðun. Ég var alveg að það, ég var núna bara stoppað núna fyrir sumar á gólunum mínum. Ég skal viðurkenna það, ég var aðeins að opna ventlana í bústinu, ég var með ventlaði, ég var að opna og að leika mér aðeins ég var stoppaður og lögreglan spurði hvort það sem er breytt bústkerfi, ég sagði já það er ólulegt, sagði nei, það er ekki ólulegt hún bara, ertu með ventli í bústinu, sagði já það er líka ólulegt, sagði nei, það kemur orginal í bílum mínum. Ertu með hvað, sagði hann? Ventla? Já, ég var alltaf með ventla. Ákveð það ólulegt? Af því að þú mátt ekki bæta því við í bílinn ef hann kemur ekki orginal með það er bara þegar Akureyri með Varex, þetta er gott. Já, það eru ótrúlega margir bílar sem eru ekkert með ventla orginal, eru komið með ventla eins og til dæmis allir þessi Míaðan í Íslandi hún kom með ventla. Já, eins og félagi minn, hann er með Varex enda gút, með festingu. Og veistu, ég hort á félagi minn sem á allir þessi Míaðana vera hliðin og lögreglu og ljósum með lokaða ventla og hann er opnað á hliðin á henni, sko löggan gerði nákvæmlega ekki neitt.
þeir hafa bara miklu meira að gera heldur en að pæla í okkur sko oftast svo ef þú ert ekki að haga þig eins og bjáni og gera eitthvað á þér þá Já, en þar mátti, ef þú ert með filmur guð mig góðu, þú eru sloppaður þá tekur bara filmuna En það er í Þýskaland, Frakkland og Ítalía sem að þeir eru svona harðastir á þessu með hérna motorswapið varandi þessar mengunamælingar sem voru að Ítalíu, hefur þú haldið að þeir varu líbó? Greinlega ekki. Hefur þú haldið að Ítalíu væri Þeir eru búin að borða svo mikið að pasta eða eitthvað bara... Nei, ekki bara nóg pasta Spaghetti and bolognese Ef þið fær nóg að borða það er alveg sama Það getur verið sko ja, Það er allan að stendur hérna að það er varandi mengunamælingarnar þau eru svona þú veist, þau eru mikið að pæla í mengun þannig í þessum löndum þannig að þeir eru ekki sammála motorswapi þegar það kemur að menguna meiri mótorum Já, ef við fyrir út næsta sumar og ég vil stoppa þar á lögu þá bara dreipa bílum strax Já, það er, ég lóka bara Því að bara lyktin ef þú veist eitthvað um þetta að finna lyktin af pústunum þá er ég fakt Já Það er bara hann að lyktin sem krossari sko Það er svolítið formunlegt að sjá hvað við myndum gera við þig. Þú ert á erlendunúmurum, ok, vissulega, og ertu bæði, þú ert ekki með kvarakút, þannig að þú ert tæknilega að segja að man ekki minnum að stendur í íslensku lögum og þurfa að vera með kvarða. Já, en ég fer og þeir get ekki, sko, ég talaði við Oliver í Þýskalandi, hann sagði sko, þeir geta sekta því, eitthvað 50 € eða eitthvað. Já, það getur sem gert en í rauninni, hann sagði rauninni ekkert meira því að þeir geta ekki sendið í búðin skoðun í þínu heimlandi eða þeir eru ekki með heimild til þess þeir geta ekki sendið í búðin skoðun þar þetta væri í rauninni ekki nóg og hann sagði líka sko hann sagði að þú ert að keyra eðlilega og svona mun engin pæli því sko síðan líka er það sérstaklega Nürburgring bara maður sér hann að bílar frá Breitlandi allir með D-cat og löggan gerir voru lítið í það því að þeir tímaði ekki það er svo mikið túristasvæði allir sem búið að lifa á fólkinu að koma út af Nürburgring þannig ef þeir færu að sekta og stoppa alla sem eru með smá breytingar þá tapa þetta business og það er líka sko það er alveg meðst alveg ótrúlega að fyndi hvað lögreglan er sérstaklega í sumar búin að vera ótrúlega gróf á bíla með filmur en sérstaklega svona eins og bílnum er eins og gólfana það er bara svona sportsbíl yfir höfuð en síðan sér það eins og svona eldri karlmenn með stóru pikkunu sínu með filmur og allt þeir stoppa þá aldrei það er líka bara verktakabíl það má já oftast já það er bara það er oft double standard í hlutum sko. Þetta er eins og var ég Ferrarín 488 þannig að rauði jú. Hann var með limmiða sem númerblöðu og það var heimilt svo var einhver annar, ég held að Oliver hafi spurt út í það einmitt Oliver með Cameron, hann spurt út í það og hann fekk neitun hann spurði út og hann fekk neitun og síðan var hann eitthvað Tryggvi, hann var með limmið hann var bara nákvæmlega stærð sem er stærð og eru á hann eru bara á löglegum númerplöturum en síðan var Tryggvi stoppar af því þetta er ekki útgefið að Samgöngustofu og síðan bara árunni eftir það þá sá við það að Ferrarín tók limmiðan af en þetta voru mikið svona Jón og Sérjón sko fyrst þarna fær hann þetta fyrst og svo hver einhver annar bara spyrja spurningar og vil geta líka og þá er það ekki lægi og akkurat þetta er voða svona típist það er stundur svona mikið double standards í sömu hlutum bara í öllu í kerfinu á Íslandi sko. Haldið að þessi gæja á Ferrarín hafi eitthvað spurt út í þetta það var ekki bara að setja Nei, hann hefur örgulega bara sett þetta á að hún varst það flott sko. Já, hann hefur bara sett þetta á til þess að redda sér eða svona að því hann hefur ekki viljað að setja númerblötu fram hann hefur bara sett þetta á og ekki bara vonað það besta Sami gæji var nú að kaupa sér Ferrari Puro Sagway VAF 12 fjölskyldubíl tilgangur, nákvæmlega enginn, þetta er bara nett Já, ég hef ekkert á móti bílnum Þetta er geðveikur bíl En þess að þarna hefur hann eins og Palli segir bara sett númerið á, límið hann á og enginn hefur nefntast að skipta þess á hann Það eru líka margir eins og 911 Porsonir sem þeir eru mjög margir með þetta sko. Það er alls tímaspörsum þegar einhver herðu, þú eru að setja eftir númerið á þetta Já, það gerist alltaf endanum en síðan munur að fara aftur tilbaka munur margir annað bara ekki verið með númerið svo eru mjög margir ekki með númerið framan eða setja limmiðan á Þetta er enda lítur út bara eins og Mazda CX-30 sko. Þetta er nú bara VAF 12 Mazda sko. Þetta er ekkert annað sko. Ég ekki diss á gæjan sko. Þetta er cool bíl en geðveikur bíl Mér finnst hann ekki cool Mér finnst litur geðveikur Sko, þetta er Ferrari sko, þetta er geggjað en ég veit ekki eins og þarna ef þú myndir setja fyrir Ferrari-merkið
og myndi segja að þetta væri Peugeot, ég myndi trúa Ándjóks, ég var að hugsa þetta er svona eins og nýr eða svona, hvað, Peugeot 3008 hann getur verið það, sko já, ég meina þetta getur verið Mazda eða Peugeot eða Renault eða menn eru bara með, skilur já, Kínabíl þessuna, þetta getur verið já, er þetta náttúrulega Ferrari, ætla að fáum season assist núna frá þeim það getur verið sko. já, við erum alltaf bara núna þá Norvölu verið tilbúin Norvölu, við sögum slæmt Ferrari þú verður að passa þeim núna kannski færðu svona pappir frá þeim það getur verið, sko nei, bara ef hann setur afturmarkað felgur þá er hann fuck sko, það er bara mjög komið MX-30 þau eru nákvæmlega þetta er líka vest að við þetta þeir settu svona plast yfir kantana og hurðanar þetta er alveg eins og allir jepplingar sem til eru þetta er jepplingur, sko já, en ég meina það þarf ég myndi ekki fara að jeppast mikið á þessum bíl en sjáðu munin þetta plast er ekki plast þetta er karbonfíbri fyrirgefðu það ekki? staðan fyrir kostar 500 skall kostar þetta 500 skall já, hérna ég rakst aðeins í kant hérna það er bara 500.000 þetta er líka bara misjátt, þú veist, eftir hvað menn vilja eyða, skilur svo getur líka bara tekið þennan sinn dæmi, þú veist, bara með hérna G-bensana, skilur, og bara einhvern AMG G-bens kostar bara fárlega mikið líka þó að þetta sé ekki Ferrari, skilur, og þetta sé bara Benz þetta er dýri bíla líka G-bensanir, þeir seljast eða oftast þetta er bara look, sko en síðan langar mér döður langar í G63 AMG ég hef ekkert verið að gera, mér langar bara í hann mér langar í G, langar í 90s G diesel, ekta G ekki þetta hrum sem er í dag sem er svona luxus saman tíma langar mér líka í G400 CTI, það er VAF 8 dieselbílin já, það eru ótrúlega mótorinn ég hljóma ótrúlega vel G-klass ábara að vera diesel að mínum að þetta eru bara trukkar já, sérstaklega 6 eða 8 silinda þá er þetta ekta, sko en af hverju tók ekki G-klass og breytti honum í limmu það hefur ekki eða það er alveg dýrasti bíl til að skera það er bara þannig Hummerinn kostar kling þannig að þetta bara, já, ég skera þetta bara Hummerinn er svona geta ódýr, sko ódýrar en G já, hann er ódýrar en G eins og bara Íslandi, G-klassin hann lækkar eitthvað í verði eins og með eldri bíluna, þeir halda samt alveg þokkalega í verði já, þeir halda bara í verði, sko þetta er bara ástæðan eins og þú talaður þú, Lingo Tangarinn hafi verið bara svona þegar þú hugsaður limmi, hugsaður hann en náttúrulega eins og minn, hann kom bara orginal þú veist, bara limma, skilur það er ekki eitthvað sem er búið að sæja sundir og skera hann er bara keiftur svona frá umbóði, sko það er líka bara, það er bara svona flest allir hugsa bara, já, limmo síðan, Lingo Tangar það er bara svona fyrsta hugsunin hjá öllum herruðu býttu, þú segir G, það er til G-klass limo í bensaflinu í Stuttgart já 6 dýra ég vil fá að hitta manni sem datt í huga já, sæll þessi hérna hvíti? Nei, þetta er bara Photoshop þessi hanna þessi? Já, það var svona í bensaflinu 6 dýra þessi er víst hérna svona one-off concept sem þeir smíði þetta hanna er örlega í Dubai einhver sem á meira pening en vitt og skarða bara er það ekki bara mjög margir út í Dubai? já, jú nei, sko, fólk heldur að allir í Dubai séu morðið í peninga, það er bara ekki satt það er mjög mikið fólk í Dubai sem verður bara að vinna einhverja bara lágklassa vinnu og það eru ákveðin aðilar sem eru svona moldríkir, sko en það, Dubai sjálfur sér er ekkert ríkt svæði, sko, það er mikið af köllum sem eru moldríkir, sko já, það er líka eins og út í Dubai þá þarfst að borga mjög mikið lítið í skatt já, ef þú er svona, hvað er þetta, svona digital, hérna, svona vinnu já, þá er mjög þá er ekki að borga mikið income tax Palli, tattu stóð í Dubai engin skattur, ekkert kjaftaði græði bara allt cash það var svo aðalegt það var ákveðin hund það er margir að drifta í Dubai, sko já, það er til og með sin eigin deild og hvað, sko já. Svo eru sumir að fara til Evrópu og keppa frá það, sko þeir eru no pening, sko þeir eru alltaf nóg mikið peningum það er náttúrulega bara þú veist, einmitt bara allt annar lífstíl klar úti heldur en hér, sko til dæmis, sko þeir líka er ekki að skafa hérna heima náttúrulega það verður bara að borga meiri hlutin af öllu sem þú gerir í skatt, sko það er cirka helmingur já, bara svona 40, eða svona cirka svona, ef þú tekur í heildina helmingur auðvitað tekið sem þú færi þú borgar samtals helmingin að í einhverjum gjöldum og sköttum það er svona eitt sem er ótrúlega fyndið núna alltaf í dag má ég ekki vinna þannig ég þarf að borga frá ríkinu
að ég ætlaði að fæ bara í endurhæfingu. Við pallið borgum fyrir það. Já, ekki, bara ótrúlega fallið, peningurinn er hérna fyrir utan, sko. Að nota því eitthvað, að það keyptir ekki Qashqai. Já. Bara alveg með því. Og þannig að ég samt líka alveg að borga smá skatt, sko. Þú borgar skatt, já. En, ríkið að taka sín eigin pening af sér sjálfum. Þeir svona gefa það svona 10 seðla, svo 1 fyrir mig. Já, 10 svo 1 fyrir mig. Þeir eru bókstaflega bara því. Já, 1 fyrir mig. Þeir eru bókstaflega bara því. Þú fari hérna, en það er ekki svona má fyrir mig. Já, þeir gefa honum að samt, þeir svona, þú veist, hérna, gefa svo vel, hérna eru 10 selar. Ertu til í að gefa mér einn? Það er svo eins og að vinna fyrir mafjuna, here's your cut. Bara, hérna er my cut. Svaðalegt, sko. Sér líka eins og snúm nú aðeins út úr þessu, það sem kemur alltaf komið óvart. Það er ótrúlega margir sjaldgæfir bílar komið til Íslands. Já, og mjög margir stútaðir. Ég veit sögu einn sem var stútaður en var síðan lagaður og er núna út í safni út í Japan. Ha? Já. Þú verður að segja úr þessu. Þetta er sem sé gamall kunningi pappa, keypti sér á sínu tíma Ford Mustang GT500 Shelby. Og hvað model? Það er eitthvað gammallega, það er svona nýrri. Það var New gen eða? Nei, þetta var alveg 1960 gáð. Já, það var alveg gamall. Já, svona ekta. Já, bara svona ekta og hann var að leika sér og síðan var hann einu sinni að spinna á honum og man ekki alveg nákvæmlega hvað það var sem nýbúið að vera malbygg alltaf yfir það var svona eins og hraðarhundurinn í gatnamátum hann var á, guðum að vita 200 plus öruglega í spinnu við eitthvað og hann bremsar ekki neitt hann stekkur 20 metra á bílum stútar öllum hjólabúnaðunum og olíupönnunni og öllu það er varla að rúlla bílunum með hann á baku hús og síðan fer hann nú bara vikunni eftir og næri í bílinn og breytur nú bara alveg spinnubíl og síðan verður hann að keppa í nokkur ár og síðan selur hann í bílinn og kaupir sem sé bara svona áhugum á bílinn og gerir hann bara orginal upp en að finna hann keypti orginal varluti frá Ford það pössuði ekki allir nákvæmlega það breytaði með aðeins, það pössuði ekki beint og hann fekk alltaf svona vikulega Ford blað og það var sem sé Ford að auglýsa eftir einum ákveðnum GT500 með nákvæmlega þetta vinnúmer og hann hugsaði alltaf ekkert út í það og kastaði bara hann húttið og fór að dæma, það var hann með bílinn það var sem sé bílinn hans partlega handsmíðaður það er svona að passa ekki neitt já og ég get svona sagt það hann sendi síðan bara bréf út og þeir síðan bara nokkrum vikum eftir að þá komu jakkafættakallar frá Ford og komu bara með skjalatösku fulla peningum var þetta bara svona hann gæti bara sett einhverja tölu og þið bara já það er bókstaflega það og það er ekki ennþá veit að daginn í dag hvað hann fekk mikið fyrir bíl já það fór bara einhver útgerð er fyrirtæki eða eitthvað hann hætti að vinna eftir þetta sko já bara fínt Haldik, hvað væri einhver BMW-kallur koma núna úr Munich úr München og það er bara hérna BMW þinn sem er hérna búið að skera og allt í haki hérna hann er eitthvað spes vinnúmur hvað viltu mikið fyrir hann? Bara, og er bara með 2 töskur af cash money hvaða BMW? 130 Já, mér var eiginlega bara alveg sama hvaða BMW það væri að þeir væri með 2 fulla töskur og peninga þannig fyrir mig sko já, svo er þetta bara vietnamísku peningur sem er worthless, það er bara fuck, ég var skemmt það getur ekki að það sko maður er að passa sig á svona hlutum sko voru bara að googla hvað það er sko já, það er bara að segla bara á einhver kínverska, bara hvað er þetta? Very good money bara ég myndi bara byggja með eurur segja bara, voru að koma eurur bara eurur, það er alltaf eurunar eru alltaf góða sko en mér finnst, ég veit ekki mér finnst bara svo mikið af flottum bílum í Íslandi svona sjaldgæfum og spesbílum RX-7 og það er eitthvað svona mér finnst svo mikið af þessu enda í staur það bara ég? já mér finnst hlutfallslega mikið þetta gerast mikið hér annars staðar, ég veit ekki ég veit nú kannski bara veit maður að því meira já, það er náttúrulega miklu minna land þú veist á öllum bílunum þú veist, ef þú ert pælið í úti það er fullt af einhverjum bílum sem að djónast og klessast og það er ekki hugmynd það sko en samt, ég veit ekki, mér finnst samt vera mikið hérna ég veit ekki af hverju það er alveg mikið það hér sko en það er líka eins og ég veit það var nú ein R-Golf sem var keiftur nú af félagið mínum sem endaði síðan á því að fara á vegg í Smáratorgi og eigendurnarbílum átti bílinn í 2 daga það er alltaf maður kaupir svona ykkur öflögu bíla að það er stundum komast í góðar hendur stundum komast í vondar hendur já ég heiti Badda núna spyrnuna í pittinum hann var að keppa á pick-upin hann var ekki, já þú átt að nefna það ég bara já
já, djúvitir ánæði maður að einhver keypti hann sem fór vel með hann og hann fór í, hann endaði ekki vekk. Ég bara, hann hafði áhyggjur af því, sko. Félag minn mótorsvapaði 30 hjá sér og fór að taka bensín og bensinstöðin hjá Ferraköp. Tekur nokkra hringi á planinu og stýristælan læsist og hann neglir í steypu klump í kringum staurinn. Ég man ekki, sko, ég einhvers staðar með að skrifa niður, hann tekur mynd á hann þegar hann taka bensín og skrifa hvað ætla hann endist lengi og með minnir að vídeóið af honum smöllum hafi verið svona 8 mínútum setna. Þetta var ekki meira, sko. Hann var kólaða. Já. En hann kannski ekki alveg honum að kenna, hann bílar eitthvað á. Já, læstist bara stýrið. Já, gerist það líka, sko. Slísing gerast það ekki. Já, en stundum er þetta líka, oft er þetta líka bara fíblagangur og fólk að vannmeta getuna sína. Já, eins og einhver aðeins sem fókast ekki tíma á staur og döster. Já, það er líka á döster. Þeir eru tjónaði bara, það er bara tjóna 3 með að við erum að tala um það, sko. Já, það er mjög líklega. Það er líka bara út af því að það er það sjálfgefu döstin, hann var hvítur og með brúnt trim, já. Sjálfgefa bít. Hvítur döstir. Það náttúrulega eru bara svona 3000 hvíti döstirar bara núna, þú veist, as we speak, með einhverjum túristum að keyra, skilur, þannig að það er ekkert skrítið að þeir síðan þjónast. En það er ekki allir búin að lenda á þennan tildunar staur í Keflavík. Þessi er sérstakur. Nei, en ef, þú veist, að því þú ert að segja skilur það lítið döster, en ef þú verður að hugsa út í það, segjum bara alla bílahlifin að vera með Nissan Silvio í útlegu og það verður bara 3000 túristar á Nissan Silvio út allt hérna, þá væru þeir að klessast jafn mikið og döster, sko. Ef það væru 3000 Silvio í Íslandi þá væri geggja, þá getur maður kipta á klink bara frá að spóla. Já, bara einhvern bíl, það skiptir ekki máli hvað sé, bara ég er að segja, þú veist, ef hann væri út inn í bölki sem einhver túristabíl, skilur. Við þurfum bara að reyna að konvinsa Magga í Blue að GT86 Toyota er bara geggjaði bílaubil og bara flytið inn bara eitthvað 300 stykki svo bara köfuðu upp á því með bygglaða og ónýta sko, hann var ekki það langt síðan að Maggi var að kaupa sér nýjan Benz, sko, fyrir sig sjálfan. Hann er alltaf að kaupa bílamar en kallin veit ég hvað hann að gera með penningin, sko. Nei, hann bókstaflega veit það ekki, sko. Allavega, ég er ánægður með hann er allavega, hann er einn af þessum köllum sem á fokk mikið penning og er að kaupa sturlaða bíla og ég fæ að sjá það á Keflavík, ég kvart ekki því. Ég veit líka svolítið vel efnaðan mann sem að keyrir eða konas keyrir dæla og Porsche Cayenne Turbo S Coupe, síðan á hann líka 911 Carrera 4S og það er til veðrætt eitthvað hann og síðan á hann SVT10 RAM og hann notaði hann svona með vinnuna og notaði bara bíla, hann notaði þetta bara. Já, ég bara svona að gera það. Þetta er bara bíla eða þetta bíla og lagar þetta bara. Svolítið slæmt lukk að þeir keyra bílinn í vetur og svo ég og hann hérna einhverja economy cars að setja það inn í geimslu. Já, það ég ger þetta en ég viðurkenni það. Það er að því að vasanir okkar er ekki svona djúpir, við þurfum ekki að grafa en við þurfum að grafa eftir krónunum. Sko, ef ég ætti nú pening til að sandblása og pólíhúða sáfröðum mitt að tvekja á fresti, þá myndi ég líka kynna í veturinn. En hérna, ég á það ekki í tímið. Nei, ég er enda sko, hef alveg oft bælt í bara eins og núna bara í byrjun árs þá lendi ég í því að það var ákveðin aðili sem notaði reynsórum minn sem svona target practice sem fyrir tryggingasvindl. Nei, það? Já, og þeir rifi allan framstöðurna og eiginlega hljós og eiginlega tútið og bretti og ég bara svona, ég enda að skýta mig að rætta þetta laga en hvernig virkað það? Varstu bara báður í stæði að varst þú í órétti þá? Já, ég var í órétti, ég var í ytri á hringtorki. Já, varst fiskaður þá? Já, gæði maður fyrir aftan mig. Hann var á Jaguar I-Pace, svona rafmagnsbíl og hann bara allt í hennu gefur í og svínar fyrir mig. Já, ok. Og síðan ég fæ alveg að vita það að þeir eru þekktir fyrir þetta eru búin að gera svona tíma en það er bara ekki þetta að gera þeir er ekki sönnun á mótið þeim. En hefði þið kannski hjálpað með að vera með dashcam? Það hefði mögulega hjálpað mér, já. Ég er virkilega að spá að vesla meina svona að setja bílinn að því hún er alltaf að keyra og kefla ekki bænum. Hún er ekki í umferðinni, skilur. Það er ótrúlega mikið. Og það væri sniðugt að vera með eitt dashcam, sko. Það er alltaf sniðugt, eins og pabbi minn er leigubílstjóri, hann er að setja dashcam í bílinn sinn. Það er bara, það er, sko sem sést leigubílstjóri ekki, það er alltaf sniðugt því þú veist aldrei hvað getur skeið. Það er nú ekki svona þessar strætóbílstjóra, sko, guðminn góðis. Já, ég var bara, á föstudaginn eða í bænum. Og ég var ekki að keyra hérna niður Átúrsbrekkuna og kláraði brekkuna, var að fara inn í bæ, sko.
og hérna að strætóstoppa hana rétt áður en þú getur beitt upp í skeifuna Já. og ég eitthvað á dösturinn var bústleika á 90 bara shit á flugvél og eitthvað svo kemur strætó hlýðin á mig hraðar en ég var á 90 eða eitthvað svo allt í henni bara stefnilega sá þvert yfir svona 3 akreinar og bara slammar á bremsuna ég hef aldrei maður sér ekki fólksbíla að bremsa svona hratt sko. Þeir halda, strætóbílar halda þeir eiga réttinn Þeir eiga ekki rétt hann keyrði þetta bara eins og var að gera Porsche hann bara whippaði hann sko. ég er bara sæll, fólkið inni hefur bara flóið fram Ég hef einu sinni þegar ég og bróðum minn vorum á rúndinu og lentu í því bara svona fyrsta almennilega snjódagurinn og það var fastur strætó og ég bróðum minn stoppuðum að sjá hvort þetta væri eitthvað almennilega það var sem þetta Íslendingur að keyra og þá fórum við og reyndar vorum svolítið tíma þegar við náðum að leysa hann en ég myndi ekkert gera það fyrir hvern sem er því ég hef alveg lent í því að það hafi verið strætónast ég tekið allar hliðina á bílnum mínum Já, maður hefur kannski ekki mikið maður getur ekki verið pirraður út í allar strætóbílstjóra bara út því að er nokkur sem hafa sem svo halvvitar Ég lendi í því einu sinni hérna hjá rétt við Kringluna þar sem að 365 var FNÍ húsi það var leiðin inn í bæ, hringbrautin öll í snjó og ógeði og svo bara kemur strætó hægra megin og það er sko brjálu hjólför og hann kemur bara á ferðinni og hann er bara svona, þú veist vagga í hjólförunum og það var ekki bara hjá mér ég var með félag mínum í bíl og hérna, við vorum að jeppa og það var ekki bara okkar bíl, það voru 2 aðrir í röðinni sem að strætóin tók speglana bara smalla í speglanum sko. Og þú veist, þetta var ekki eðlilega mikið vesina því að löggan kom hana og áreiðslu.is en það þurfti að gera tjónaskýrslu með, þú veist, strætóin fór á stað, við tókum númerið á honum og það þurfti að ringi í hann, við þurftum að finna löggan þurfti að finna hann á annarri stöð og svo þurfti einhver annar strætó að koma til að taka alla farþegana bara til þess að hinga einn geti gert tjónaskýrslu að því að náttúrulega neldi bara utan í 3 bíla þarna og náttúrulega bara eitthvað random fólk að inni skilur sem hefur ekkert með það að gera komast ekki það sem það er að fara sko þannig að þetta var alveg þvílíkt vesinn sko Já En svo er spurning líka, þú veist er pressa frá yfirmönnum að ná að stoppa þetta tíma og er mönnum þá veist, sagt bara herðu þegar stendur þið ekki þá og það er eitthvað annað vinnu í staði það er náttúrulega alltaf pressa þeir eru á tíma skilur það náttúrulega alltaf pressa að vera mættir á réttum tíma var þannig á sínum tíma í Eimskip og Samskip það var vesen margir að lenda út af við veturinn og svona og þá komið ljósa að voru yfirmenn að senda menn á stað í alls konar veðrum sem þeir áttu ekkert að vera á ferðinni yfir heiði og menn margir útlendingar sem kannski kunni ekki tengum málið eða kunni ekki á viðgerðina.is eða eitthvað hrættar að missa vinnuna fara bara á stað sem er skiljanlegt, skilur þú? Já. Frá einhverju, þú veist, ég veit ekki ég ætla ekki að selja það dýran í kefti en ég heyrði þú veist eins og ef að menn væri á vörubíl að flytja fisk í bæinn og það væri brjála veður og þú veist, og það er bara svona, þú veist, ok við getum beðið, en ef þau myndi bíða þú veist, þá skemmist fiskurinn og það er eiginlega betra að þú fari bara á stað og ef eitthvað skeður að þá er það tryggt en ef þú ert bara, þú veist, ef þú deliverar þetta ekki þá er þetta bara ónýtt og bara tap skilur. En nú hef ég aldrei unnið við að flytja fisk ég hef unnið við að flytja sömulutan, ekki fisk er þið ekki bara með fristi agna? Ekki hugmynd sko. Ég veit ekki, en þú veist, það getur líka bara verið þú veist, kannski þarf þetta að ná að markaðin fyrir þennan dag eða eitthvað til þess að þeir fái borgað og annars er þetta bara Já, en svo spurningi sko ef fiskurinn kemur deginum setna og þeir fá kannski ekki að selja þetta á sama verði að þeir deginum eldri fiskur samt í lagi að þetta var kannski kældan vagn er það verra heldur en að bílinn veltur og allur fiskurinn finnir heiði það er sennilega dýrara en þú hugsa að kannski kemur hann kannski myndir ekki kaupan daginn eftir því þá er bara komin einhver nýr bátur með nýjan fisk skiluru þannig að þá er það kannski með heilan bíla fisk sem er bara ekki 0 krónur skilur það myndi ekki skrifa við að kerja sem í legin það er alltaf náttúrulega og þar kemur einmitt inn á það að þú segir að þessi svo margir bílar sem tjónast hérna heima okkur að stauðra á eitthvað og það er auðvitað bara út af því að það er stökkpallar á flest öllum götum inn á landinu veginn hinn eru handónýttur sko ándjóks eins og ég segi okkur við þurfum að horfa með bílunni í skoðun til þess að passa þessu ökufærir en götunar eru ekki bílhæfar Nei, þú ert að sjá hvort það sé nógu þéttur til að lifa af götuna einn að rifut Já, það er einleits að horfa bara er hann nógu þéttur til þess að ekki hrista sig sundur einn að rifut það er einleits að horfa
það er visslega rétt hjá þér. Já, eins og stundum það er oft þannig bara eins og ef við erum að keyra norður eða eitthvað fyrir bílda eða eitthvað, þú veist, minn bíl er ekki það stífur, hann er bara á læknagórum en samt stífar en venjulegu bíl, skulle við segja, og eftir að keyra þjóðveginu og koma heim, það er ógíslega næst sildi sinni skóðuna sem er bara eins og bátur, bara keyrir sér smá svona, þar sem hún fyll í hólu og bara finnur ekki þeirra. Það er reyndar að eina sem mjög þægilega við gólfinu hjá mér. Ég er með adaptið fjöðrun í honum, þannig ég íti bara á einn takka, þá er hann mýkri. Íti á annan, þá er hann grjótastur. Já, maður finnir að byrja þannig líka, mjög þægilegt. Sérstaklega er leiðin upp á Skaga, þá hendur maður alltaf í sport út af því annars sem er skoppand alltaf, sko. Það er ógeðslega leiðilegt, sko. Ég var einmitt að spá eins og með dashcamið, sko. Ef við förum út næsta ári á Nürburgring, það er mjög sterkur leikur með dashcam, sko. Af því maður sé svo mikið slysum núna undanfarið, sérstaklega þetta sumar þar. Já, það er ótrúlega. Þegar kviknaði í Porschinn 3 dögum eftir að við vorum hana, það var, við vorum að keyra brautina. Hann keyrði út af eða ekki og kviknaði ég eitthvað svoleiðis. Já, það var BMW sem pittaði hann. Alltaf þessi heldis BMW bílstjóra. Þú veist, sko við vorum hana í hvað, keyrðum svona samtalsöruglega, 8-9 hringi allir saman, allir samtal sko. Og hver einasta hring, það var að minnstu kosti 1 BMW út í vegg. það er bara þetta, þú veist, við sáum aldrei Porsche út í vegg, aldrei Audi eða Benz, alltaf BMW, alltaf M2, M3, M4, þessi 3 bílar, alltaf í vegg. Já. Þetta er ódýrustu bílunir sem eru með virkilega mikinn kraft. Já, voru þetta bílar sem voru í leigu þá eða? Nei, bara eitthvað. Bara einhver fólk. Margir af þeim voru á ellendu númurum, mikið Bretar. Þeir eru náttúrulega ótryggðir. Bretarnir eru mjög duglegir að fara á hann yfir, sko. Sko, við sáum fleiri bíla á breskunúmurum þegar við vorum að við brautin heldur en þýskum, sko. Það er bara ógeðslega mikið af þeim, sko. Og auðvitað ef út breyti og á BMF þá keyrur út í vegg. Það er bara greinilega. Það er einu stöðu kunna gera greinilega. Það er bara, við kunnum bara að gera það, sko. Þannig að ef þú kemur með okkur næsta ári, fáðu þau dashcam. Já, ég er nokkuð sem er að bæla að fá með dashcam saman hvað, sko. Já. Bara í raun og veru bara í báða bíluna. Já, það er nefnilega, það er orðið svo mikið af fótum, sko. Það er nefnilega orðið mjög mikið, það er líka bara mjög mikið það að fólk sé að reyna eins og ég lendi að reyna að gera tryggingarsvindl. Það er ekkert gaman að lendi því að því, jú, ég náði að laga reynsvörðum bara með því að tengja spottáttunni í bílina pappa og við keyrum bara og dróðum bitan út og þannig, við náðum að svona rætt honum nokkuð með einn, fekk alveg skoðun og allt á bílinn. En það er svona aldrei gaman að lendi og setja sér upp með kostnaðinn að þurfa að græja bílinn. Það er alltaf mjög slæmt þegar menn eru að svindla og það bitnar á einhvern annan og bara óháðan aðeina, bara eins og því, skilur það bara er það leiðilegt, sko. Það er aldrei þannig að þú bara á leiðinu vinnuna eða eitthvað ég var nú bara á leiðin að skutla vinkonum í bæ og síðan kemur einhver helvítis gæi og keyrir utan mig. Dýr djamferð. Ég segi það nú. Helvítið maður. Nei, það var bara lögreglan sem spurði mig bara, getur þú gert bílinn? Ég sagði, já, ég get alveg gert það heim. Bílinn sem keyrði mig, hann keyrði ekki heim, sko. Nei. Þá hefur hann náð sínu markmiði. Akkurat, það hefur lögreglan hans markmiði, sko. Það finnast þeir. Og svo hefur líka bitnar þetta á tjónasöguna þína. En þannig er þetta með tjón á baki á kennitöluna þína, sem þú ert tjónvaldur. Enda líka, sko, þessi reynsóður sem ég keypti núna bara daginn, ég keypti hann þetta á Kling. Ég skráði hann bara á mig. Ég fekk tryggingakóta. Það var 300 skall fyrir árið. Með hvað, sko? Nei. Ha? Shit, man. Ég myndi bara, sko við döttum í þessu umræðu einu sinni þátti áður og ég varst búin að gera það. Já, veist, kannski fyrir mig ekki aftur það var randi klukkutíma út í tryggingar, sko. Ég sem það bara því að ég er ungur. Akkurat. Og ég er svo greinilega með eitt tjón á bakinu. Já, bara hessigur á Range Rover aftur, shit maður. Það er bara þannig, sko. Það er bomba og jaguar aftur. Bara shit. Nei, þetta er bara gaman. Ándjóks. Já, þetta er leiðilegt. En við fórum aðeins út í End of Summer Hitting sem við ætlum að fara út í, en ég ætla að nefna hérna við að það er náttúrulega lokahóf Akis 1. nóvember fyrir alla sem vilja mæta á það að kaupa miða og það er á Hotel Selfossi. Er það bara fyrir ég fer þannig að taka móti Já, þú náttúrulega þú færði deilingin þar. Já. En er það bara fyrir fólk sem er að keppa og svona eða? Nei, það getur bara komið, kaupið bara miða. Sæl. Þú getur mætt og verið blind fullur og eða full gæðin út í hornunni, skilur við? Já, við breykið þetta miða. Þú getur verið upp á sviðinu eða þú vilt. Þú getur verið fulligæðin á sviðinu eða þú vilt. Þú verður bara að hlaupa. Nei. Já, kannski, ég veit því.
Tryggvi er að pæla að koma og Tryggvi er ekkert að taka móturinn til hann er bara að koma og hafa gaman sko. Já, ekki Lókuvakis, þetta er bara hittast að hafa gaman. Horfa á Norvel, kemur þú? sem er að fá byggara. Já, fara. Jú, Norvel, Já, þú ert að fara til Hawaii eða eitthvað helviti. hvað ætlar að gera þetta í Hawaii? Hann er að lengja sumarið. Gæn alltaf er í öðru skattripi við, sko. Hann er í allt öðru skattripi við, sko. Hann hugsaði bara að vilja lengja sumarið, það er svolítið þannig. Hann er bara, já, lokof, ég er að fara til Hawaii, sko. Það hljómar ekki eðlilega næs. Akkur voru við ekki á leiðinni til Hawaii? Að því ég eins og segi, við erum bara ekki sem að sama skattripi. Nei, Norvel, þú græðar þetta fyrir okkur. Ársáttíð Shift Happens verður í Hawaii á næsta ári. Þetta er ekki gott. En hérna, tjóðlega búið að vera gaman að vera með ykkur strákar. Yes, sömulegis. Já, þetta voru bara skemmtilegt kvöld og Skemmtilegt að heyra. vonandi skemmtilegt þú þér. Já, Það er gaman. ég hafa það gaman sko. Eina sem að ég vissi fyrir þetta podcast var það að þú væri með einhvern númer blær og að ég var alltaf að ræna loftmæliðinu og síðustu æfingu. Það er basically eina sem ég vissi. Þannig að það er mjög gaman að vera búin að kynnast þér aðeins betur Já, og fá að frétta. Já. Fyrir þá sem vilja styrkja ykkur, þá er Lowis.is, geti keypt ykkur bóli, miða og það eru komnir bannerar í mismyndi litum. Þetta er búin að greiða litla stuttalímiðan sem ég baði. Litla. Hvað er litla? Lóis límiðan. Alveg eins og Já, fyrir þig? bara til þess að selja líka. Já, ég gerði einhverju á og þeir endur á einhverju móturjólum. Ég veit ekki hvað, Helviti. þeir voru keypti strax á undan þér. Ég ríði það bara af mótur. Hún býr nú bara í næstu gutt, þannig það er ekki láta að fara. Þannig að það er allan fyrir þá sem vilja styrkja okkur og hjálpa okkur, þá er þetta besta leiðin til þess. Já, við erum komið með upgrade. Já. Þannig vonandi er hljóða eins betra núna. Já, Og Og við erum ekki að segja eins mikið af því að við erum með headphone. Já, við heyrum vel í konan annan og því meira sem þið styrkja okkur og því meira sem þið horfið á og hlusta á þættina, þá hjálpar þetta ekki. Já, því meira sem þið styrkja okkur, því meiri líkur er á því að þið fáið myndavél af Norvel og mæk á hann, því að flestir hafa sagt að þeim vanti að sjá hann þegar hann er að tala. Já, Því að hann er alltaf eitthvað að blara en á bakvið. og einfalda útskýringin á því af hverju Norvel ekki er myndavél, því við erum ekki með aðra myndavél. Akkurát. Við erum bara með eina myndavél myndavél. og okkur vantar, og það eru dýrar. Já, okkur vantar eina. viðbót. Þannig Þetta er það einfalt, sko. Og líka bara, ef þið viljið sjá meira content, bara meira svona, kannski segja það núna, við í Norvel erum búin að tala um það, vera með aðeins öðruvísi auka þætti, kannski, þar sem við erum ekki hérna inni. Já, Erum kannski aðeins á ferðinni og labbat og ég er bara svona eins og að gera bíltímur já, en svona reyna að kíka inn í skúra hjá fólki í vetur, af því það er engin með bílun úti í vetur, já, það er alltaf að skrúa hvað í vetur. Þannig að allt aksjónið er að gerast bak við bílskúrsiðar, skulum við segja. Þannig að þú maður reyna að koma það eitthvað á stað. það var ekki ekki það. Ef þið eru með eitthvað fyrir okkur til þess að sína okkur og okkur langar að sína okkur inn í skúrin, þá er Já, einmitt, það er ef þið eru að hlusta, sendið á okkur á langbest að senda okkur bara á Instagram á Já. lois.mmxii. Ef þið eru ekki með Lois á Instagram, þá endilega bara hendi í follow þar. eða bara Facebook message líka. Já, eða Facebook. Ef þið eru með eitthvað, eða ef ykkur langar að koma í podcastið og spjalla, og þetta er bara mjög gaman, ekki? Jú, þetta var geðvægt sko. Hann var píndur til að segja það, Andrús. bara, þú verður að segja þetta. Ætla ekki að borga mér á eftir Þú skrifaður undir blaði. Nei. Þannig Og að líka ef bara, þið eru að koma, ef þið er með einhver skemmtileg verkefni, sérstaklega í vetur og og þið viljið viljið sína svona, já, akkurat, þá erum við meira en til í að kíkja í skúrin hjá okkur og flestir eru til í að skoða og horfa þá á vídjóin, þú veist, við erum ekki að tala um að við þurfum að vera hjá okkur í 2 klukktíma að spjalla, en bara koma og við sýnum okkur hvað þeir eru með, hvað þeir eru að brasa. Það þarf ekki að vera eitthvað svaka verkefni, sko. Nei. Ef þið eru með snirtilegan skúr með einhverja flóta bíla bara mini podcast series. eða ef þetta er svona drift missile skúr eins og Tryggva, bara fullt einhverjum hræjum sem eru bara gerð til að spóla. Bara, við viljum sjá það líka, við viljum bara sjá allt. Við erum bara til í það, sko. Þannig að við eigum eftir að senda á ykkur ef að þið sendið ekki okkur. Nei, ég segi svona. Já, við býðum í svona mánuð og ef við fáum engin svör, þá byrjum við að stolka fólk og senda á það bara, hefur miður koma. Akkurat. Þannig Og bara endilega sendið okkur ef þið eru með eitthvað, en annars bara farið inn á lois.is til þess að styrkja okkur. Þar er vefverslun, þið getið verslað það sem eitthvað vantar. Og já, erum við ekki enda með þessa bóli? Ef fólk vill bara fá basic, jú, já, bara Akkurat. þessi basic Lois bólur við erum með basic Lois bóluna, við erum með costume bóluna, bannera,
eða sér svona límiðana í litum. Það er eitthvað svona pælingar á að fara aftur í hérna old school banner hann stóru líka. Þannig að það er eitthvað í skoðun. Ég er að sjá fleiri og fleiri bíla í umferðinni með lósum það. Já, þeir eru að auka sko. Það er bara algjörlega. Það er bara geðvitt. Búin þetta bara Street Racing Æslandiði fara ekki við með það. Það eru strákar, við fyrir að koma okkur. Já, það er komið gott. Það ekki? Jú, ég held það. Takk aðeinslega fyrir að hlusta og við heyrumst í næsta þætti. Já. Takk fyrir. Takk fyrir.